Góða kvöldi, áhorfendur, verið velkomin í toppslag umferð 2, almenna Valorant. Við erum með Exi á móti Peaky Turtles. Ég heiti Daniel, með mér er með Leo. Leo, hvernig líst þér á þetta? Þetta er góður leikur. Við erum að tala um topp barátta, fyrsta og annarsæti eins og er. Toppbarátta, við erum með Exi sem er náttúrulega æft lið. Já. Peaky Turtles, ekkert svo æft lið. Appin það er að vara make or break it. Hvað hann getur gert mikið. Já. Það er alveg fáralegt. Bara vannleikinn gjörsamlega. Já, í rauninni. 2 leikir, 2 möpp og ég held að hann hafi verið næstu 30 frögg í báðum leikjunum. Já. Þannig að ef við sjáum eitthvað í líkindu við það aftur þá getur þetta orðið mjög one-sided sko. En það er bara spurning hvað hvoru megin það væri. Nákvæmlega. En við erum í rauninni ennþá bara að bíða núna eftir Við bíðum bara róleg. Þeir eru eitthvað vesnastan í lobby. Við sjáum það ekki í miður, við veitum ekkert hvað er í gangi. Nei, akkurat. En hvernig er hann stemmingin hjá þið búin að vera? Þú ert eitthvað búin að byrja að spila aftur, skils mér? 1 og 1 leik? Ég tók nokkra leiki. Ok. Fracture, fyrsti leikurinn sem ég tók. Já. Hvernig líst þér á það? Nýtt mapp? Ég var svo týndur. Já, þetta er nefnilega ekki öðvöld mappi fyrst skipt sem að Nei, byrja. þú byrjar á defense. Já. Og svo koma gætin fyrir aftæg. Já. Ég vissi ekkert hvað er í gangi. Sko. Nei, þetta var held ég vandamáli sem ég lendi í líka, var hvoru megin þeir eru að koma. Já. Þetta zipline er bara algjör svona curveball í... Sérstaklega þú byrjar mappið í fyrsta skipti, byrjar á defense. Já. Þú veist ekkert að þessu zipline. Ég fór nefnilega akkurat síðan yfir statsana og var að checka statsunum eftir möppunum. Þú veist hvað eru svona mest attacker sided og defender sided. Já. Og það er eiginlega öll 9 möppin attacker sided. Það er 51,9% skilst mér fyrir sko Fracture
Breeze og Icebox attacker sætið Icebox og líka. Haven. Haven Öll passar. hinn eru defender sætið. Já, það passar. Þannig að þess að held ég mögulega að ég held að Píki myndi reyna að henda í eitthvað svona attacker sætið map þar sem að þeir væri kannski mögulega með meira svona, það skiptir kannski ekki mikið liðsheldin og meira Já. þá bara að náta á aimpowerið og alltaf bara yfirbuga á þannig sko, Nákvæmlega, með Breeze. individual plays. Ascent, þannig mapp reyndar líka svolítið. Já, akkurat, þannig að núna er maður svona spenntur fyrir þessu, hvernig þetta lítur út. Já, en ekkert í gangi í lobbyinu. Nei, mér skilst það sé einhverjir erfiðleikar að fá þetta í gang. Það er eitthvað að gerast. Það er í gangi. Leo, þú ert í lið í mótinu. Já, ég Busty. er aukamaður eða þannig. Ég var tekinn hérna inn sem 50 hjá Busty. Þú ert með fyrirverandi sigurvegurum Já, síðustu senstu mót. deildar. Já. Þeir eru skemmtilegir strákar úr Dusty og þeir eru bara frábærir. Herru, við erum bara Við erum ready. dett í leik. Ascent, fyrsta mappi. Sjáum Exi á Defenders og Piggy Turtles attacka. Þetta er svolítið sem við vildum sjá. Psycho, Hann sjáum pikkar Jet. og við sjáum Tourette á Jet hjá X-Upsilon. Og já, hann Benigno er ekki að spila. Er hann ekki með eitthvað annað takk bara? Það er það sem ég dettur í hug. Það geti verið hvort hann sé með annað takkina, hvort hann sé Gunterino nema þeir hafi bætt við auka leikmanni. En svo stannir núna Psycho og Jet og Tourette að velja þarna. Ok, þeir eru allir allir að hæla þetta Jóru þarna. Það er aðeins verið að leika á okkur hérna. Sjáum Astra hjá Piggy Turtles, Sova, Killjoy, þetta er svona svolítið klassíkt. Já, Astra er orðin eiginlega nokkuð standard í þessu mappi. Hún er mjög strong fyrir corners. Jórnústamur kom hann á Breach. Já, akkurat. Það er reyndar mjög interesting pick. Þú Það er sér mjög interesting. Breach ekki mjög oft í þessu mappi Alls ekki. og í þau skipti sem maður er valið þá er yfirleitt út af einhverjum aggressive midplayum. Það sem að flassa Jet inn í connector eða eitthvað svoleiði Já. sko. En almennt þá hefði ég haldið að Breach væri ekki sterkt pick hérna. Nei, maður sér hann ekki ofta á Ascent, sko. Já, ef að þú værir að vanta þér flass, myndirðu mögulega ekki bara að taka eitthvað... Sky. Já, Sky. Jafnvel, þú veist, þú vildir vera meira aggressive, það er ekki að peka reyna. Já, Phoenix líka góður á sjórtinu. Algjörlega, en ég veit ekki hvort að Breach, það getur verið að þeir séu Já, já. mega play, ég er bara til í að sjá, þetta er bara Það verður gaman að sjá hvað þeir eru að gera með þetta. algjörlega. En þú sér það að þeir tóku hins vegar reyna hjá Piggy Turtles. Aron B.S. og reyna Psycho á Jetinni. Double duelist. Líklegast vappinn þarna. Já. Hvernig lítur þetta út fyrir þig? Hver heldur að sé með edgi núna? Við erum að tala um að X-Upsilon er að byrja sem defender. Með frekar defender heavy line-up myndi ég halda. Ég meina þetta er bara Piggy Turtles þarf að taka Exi niður hérna. Ég Já, þetta er alveg... myndi gefa Exi Edsi hérna, sko. Algjörlega, ég held að það er sama. Þeir byrja í rauninni á betri helming með sterkt defender line-up. Já. Sjá þeir eru að lína upp við A hérna, einhver line-ups á sóunni. Þetta er nokkuð standard hold bara hjá X-Upsilon sé. Það er bara 3 B-megin, 2 A-megin sem er svona sama maður sér vanalega. Mér finnst líklegast að sóan hendi hérna á A-megin til að sjá það alla. Já, hvort þetta neklist þá bara beint fyrir miðina. Hann er komin í garden, hann er að setja upp eitthvað. Og núna byrja fyrsta rándið. Þeir eru bara svolítið dreifðir Þetta að taka positions, push up. Tveir hérna að reyna að fara í pikkið á A-ið á Kidoffer sem er hérna á Killjoy. En svo spilaði bara hægt á miðinu, hægt á B-inu. Er að reyna að beita, já, þeir reyna að beita rótið yfir á A og ætla svo að fara hægt inn á B. Já, akkurat. Mögulega líka að reyna að fá okkur util út áður en þeir executa. Já, nær Psycho opnda. En það er spurning, er hljóðið að Kemur virkja exi. þér eða? Inngeimljóði alltaf leið, inngeimljóði Psycho. Fer inn, Jetið. nær Tourette, í fyrsta pikkinu. Heldur áfram. Breach með 2, Jordal-stomper, þetta var risastórt. Hann felur sig hérna inni hjá triggernum. Já, hann er bara hjá En þeir takkanum. vita á honum að þeir vita sóunni sem er að reyna að koma í flanki. Þeir eru allir að horfa á sóuna. Já, akkurat, og hlaupa hérna þá í Hann býður bara eftir. keira þarna niður á sófuna, verða að hreinsa hann út ef þeir ætla að ná sætunum, ná honum og þá er það 4-man retake á Östru og með Killjoy. breachin, hann er ekki með breachin. Já, þetta getur verið mjög erfitt að halda með breachin Já. að pussa þarna inn.
vel gert. En Breachin lifði af og náði að fela sig allir tíman. Já, þetta var bara second contact og hann er á lífi allt rándið. Áhugavert. Já. Exi, taka pistol. Það er fullkomið. Núna fekk ég in-game hljóði, þannig að ég byrjar að heyra. Ok. Exi tekur pistol, mikilvægt round til að vinna, sérstaklega þú ert að svona defend. Akkurat, þetta er sitt statement og við vitum í Valorant þar sem það eru, þú veist, bara 12 round. Já, fyrst upp í 13. Já, þannig að fyrstur upp í 13 og 12 round per helming, þá eru bara þessi fyrstu 2 round gífulega mikilvægt. Þetta setur algjörlega bara... En við sjáum, force. Þeir forsa. Þeir forsa. Allir með Spectres. Herru, ég fíla þetta samt. Og þetta lítur út fyrir eitthvað aðræðs bara hérna. Já. Beint inn í killjoina, hvernig gengur þetta? Þeir eru ég myndi halda að þetta geti gengið ágætlega. Þeir fara í drónin, rotation er ekki ennþá farið á stað, þótt þeir heyri í dróninum sem er áhugavert. Þetta verður eitthvað retake, sínast mér. Þeir bíða eftir mollunum. Engin hreyfing hjá Exi. Næstu molli, brotinn. Þannig þeir komast út. Flott dassin hjá Psycho. Sætið eiginlega bara gefinst þannig. Já, þeir gefa bara, þeir taka retake. Þeir taka retake. Þeir eru væntanlega þá með sóvadart sem þeir ætla að nota til að revíla. Og þeir fara 4 í heaven. Hvernig líktur það? Og Breachin fyrir 1 shorti. Þetta... það er í wallbangið. Ég ná honum þarna í gegn. Gott dart. Núi! Þú ert núna með ennþá 1 eftir í main, sóva 1 á móti 4. Þetta er ekki hægt. Já. Þetta er bara ekki sjans. 2-0. Hugmyndin góð, en útfærslan... Já. Mér fannst killin vera svolítið svona ódýr kannski. Já, einhver séður að sóva og það drepur undir hefinn. Já, og síðan pikkar á boxinu frekar auðvitað. Þeir eru þurfti ekki að vinna rosalega mikið fyrir fyrstu frökkunum. Nei, alls ekki. En annars... þeir gáfu. En þetta sýnir kannski bara Piki Turtles að það er ekkert svo erfitt að taka sætin aðeins. Nei, akkurat. Þú getur alveg búist við því að þeir reyna að hitta aðeins oftar og sjá hvort að það er bara alltaf gefins og spila retake. Já. Svo 5 sheriffs og ég held að þeir fara bara í einhver svona pík, reyna að fá einhver pick með þessum sheriffs. Breach eiginlega er bara að permastanna alltaf í byrjun til að hægja á B-pussi ef það kemur út. Já, smóka náttúrulega alltaf miðina. En mér finnst þeir Exi verið svolítið að gefa bara þessi mikilvæg stöður á mappinu. Þeir eru ekki að challenge allavega. Þeir eru að gefa A-main, þeir eru að gefa B-main, þeir eru að gefa miðuna. Já. Þetta er svolítið... Þeir eru að spila mjög passívan leik, myndum maður segja. Gríðarlega passívan. Já. Psycho. Pikk á sortinu. 1 pikk á sortinu og mögulega annað hér. 5 og 2. Núna þarf Piki eitthvað að rígrúpa. Piki með fulla stjórn á þessu randi. Já. Eða hvað? Herðu. Missa advantage þarna, komin í 3v3 núna, vita af Kidoffer, ná honum, alveg opið. Bomban situr fyrir utan. En bomban situr á vondum stað þarna, en þetta gæti virkað. Þetta gæti virkað. Ef þeir fatta þetta og keyra bara á B-ið, þá er það bara opið. En mögulega ekki alveg að fatta þetta. En núna getur þeir aftur A og hinir, þá yfir á B. Það væri reyndar, það væri leikur. Og það virðist vera það sem er að gerast. Já. Þeir eru byrjar að labba niður í 8 af B-nu. En ætti þeir býði ekki bara eftir að planta og færa saman? Jú, Piki Turtles held samt áfram að inntja sig að gefa engin hljóð frá sér. Þannig þetta er að fara að virka. Alveg opið. Fake plantar. Ok. Og núna koma þeir báðir keyrandi hana. En það er arrót fyrir að sjá það. Já. Skannar engan. Hann púsar upp. Þetta getur verið stórt. Þetta gæti verið akkurat. Ok, 1-on-1 núna. Astra, já. Þetta er mikilvægt rand fyrir Piki. Þetta var óþægilegt. Tapa bónus. Já. Hann virtist vera með advantage, hann í Piki. Hann vætsvingar næri ekki angulun alveg rétt. Þeir byrja randa á 2 pikkum. Þeir ná öllu mappinu. Já. Þetta var mjög óheppilegt. Já, þeir eru eitthvað að fara að skoða vottið þessu leik og horfa á þessi rand, sko. Þetta var svolítið röf. En góð hins vegar tilraun. Þetta var í rauninni bónusránd. Þeir ná 4 og planti, bónusránd, þótt þetta átt að vera unnirránd. Myndi ég segja, þeir eiga að vinna þetta ránd. Og þetta Astra push, Sova push var high risk, high reward. Þeir voru náttúrulega bara með sheriffs. Já, það er alveg rétt.
Það er alveg rétt, þannig að núna eru bæði lið með byssur, ég veist sem vappan á miðinni eða hérna operatorinn segi. Killjoy með fake ulti á B-nu, þeir ætla að keira Hreyfa sem sig sagt á A-ið hérna. En málið er að það er ekkert Það er engin reyfing. engin hreyfing. Það er spurning hvort að þeir viti ekki bara hvað er í gangi. Þeir eru bara að kalla á blöffið. Já, það eru bara Þú sér engin. það að breachin er bara að fara á A. Já. Opna smókana og snýr hann aftur við breachin og þeir keira á A-ið. Já. Túrett með fyrsta frag Beint í Killjoy, beint í vappan. og þeir vita af Kiddover. Ná honum, 4v4. Þeir ná sæti. Sem einn að fara í flanki, 3 í heaven, drone út. Það reynar að wallbanga hann þarna. Svo eru Astra ulti. Þetta er rosalega erfitt Þú rítið. sér að Astra er komin í bak líka. Þetta getur verið mjög erfið staða þú ert inn á sæt með einn í bak og hína í Já, hefðin. hann drap gæjan inn á A-main. Já, Það er risastórt. þetta er nefnilega mikilvægt flank hjá Brelli. Two v one. Einna, þetta aftur, close rounds. Þeir eru ekki ná... Það vantar bara svo lítið. Já, þeir eru svona... Ná ekki alveg... Positions á sætun einhvern veginn. Þú veist, það er degi í flank, þú veist, degi í heaven, þú veist. Já, þetta er svona, mér líður eins og að það væri bara aðeins betra spilað af hverju öðrum á sætinu. Já. Það væri þetta að fara Piki En Turtles svo í er hæginn. bara að vinna gunfötuna hérna. Já. En á amen, ef þú ættir að halda svona djúft, þú veist. Já. Akkur ekki bara setja inn í, hérna... Hvað heitir staðan? Alveg í hotninu hana. Ertu að menna í corner hérna í... Já, amen. Já, akkurat. Vines, Já. já. Setja það bara eitthvað, þú veist. En Ef þetta er, þú ert ekki að vinna gunfötuna hennar. en þetta er yfirleitt erfiði parturinn er að ná endri á honum og síðan að halda sætunum þegar í postplant er yfirleitt auðvöldi parturinn. En það er einhvern veginn ekki að ganga upp. En þeir eru Já. hins vegar að ná að opna rondir fyrir eitthvað auðvölda. Sjáum kannski bara Exi eru búin að æfa rýtingin sín eitthvað. Algjörlega. Þeir eru alltaf með góða hugmynd og hún er að virka. Sjáum heavy B allavega til að byrja með og hlaupa beintin í vappan eitthvað. Hann er að Leggar hann ekki. Nei, næra beita út skotið. Þetta var svolítið vítt jump peak og Já. hann sleppur. Fannst hann allavega að leggja hann annað. Það er eitthvað. Þetta byrjar- Piki Turtles, já, þeir eru svona eitthvað... Veit ekki alveg sjálfur hvað þeir eru að gera held ég. Nei, þeir eru að labba núna yfir í 8 bínu og ætla greinilega, hvort er alltaf að nota östruna sem feika á A-inu. Hún er eitthvað svona að, ekki að gera neinn hljóðsamt, þannig að Nei, það er bara eitthvað svona... Situr þarna bara. og þetta getur verið mjög erfitt. Breach Yordle Stomper með ultíið. Ég meina, Þannig ef að þeir íhuga að keyra áfram, þá fá þeir bara ultíið beint í andlitið. Og hann er bara að Þeir eru koma bara sér að keyra fyrir það. Notar ekki ultíið. Og það gengur samt upp. XY með 3v1 núna. Þetta var svolítið illa farið hann að sæta þeim. Já, En sjá, getur... Bucket was flöðsa. það eru 2 í markið. Hann ætla bara að reyna að fara í kill sínus mér. Nær östrunni í smóknum. Hann á 10 sek. Hann hefur ekki tíma að vera þetta. Hann þarf að hlaupa inn og sæta og planta ef hann ætlar að gera eitthvað. En Hann hann farið ránd. ætlar að halda. Á að vera ákvörðun hana. Hann ákveður að halda. Áhugavert samt að Sóvan er ennþá með drónan eftir. Að hafa ekki notað hann til að, Já, þeir hlaupa allir upp lein. já, Blokka hvern annan. já, það var í rauninni það. Psycho reynir að fara út, er fastur. Ég held nefnilega að sá sem að fyrst til að píka út leginn hefði þurft að whitepíka hana. Já. Whitepíka og reyna að fá alla til að fara vítt og þá myndu Þú ná þarf bara báðum að væta treytunum. líka sérstaklega úr að spila jet hana. Algjörlega. Reyna bara að fá crosserinn eins langt frá chokinu þú getur til að híningaðinir, liðsfélagarnir getur komist út. Já. Þetta er erfitt fyrir Piki Turtles. Já, en þeir ætla að reyna á æð, sínist mér, með östruna í flanki. Þeir eru náttúrulega með eina byssu á sóðunni. Allir hérna með sheriffs. Ok, vinna sér hægt upp aðeins núna. Psycho með daggers. Í rauninni bara móti Killjoy sem er einn inn á aðeinu. Núna er bara spurning. Hann þarf að koma stór út af þessu randi Psycho. Já. Myndi maður keyra hér út með drónunum? Spurning. Sér engan. Núna verður bara tíminn. Það er Killjoy. Brýti gildruna. En Astra fellur, reynir að lökka bíð á meðan. Hann reynir að fara nálægt þarna. 2 hnífar eftir. Gefur honum næstu góða klippingu.
Hnífarnir búnir og það er bara klassiki núna. Þetta var í rauninni eina vonin í þessu Já, nú rándi. er þetta bara eiginlega ómögulegt ránd, finnst mér. Já, og það er 5-0 fyrir Exuson. Þeir eru bara að koma sterkir inn í hennar leik. Sérðu ekki alveg að byrja takkaður, frekar. Hvað? Var þetta hnífarnir? Það er, var hann að skjóta á breach? Hann býðum últi í hefinn. Já. Leiðan hér er plantið líklegast. Hendur út ultíðinu, nær einum. Hann nær honum með ultíðinu og hílar. Vá. Þetta er allt í einu orðið ránd. Allt í einu vinnur. 3v2, full heal á Aron. Þeir nota Sova-ultíð. Og Exuson með 7. rándi, 6-0. Ég með auðvelt ríteng hana. Sérstaklega nota sóvolti. Algjörlega. 6-0, fáum annað gunn ránd núna. Þetta ránd núna er mjög mikilvægt. Mentally. Já. Ef þú vinnur ekki eitt ránd eftir 6-0 þá ertu svolítið bara búið að setja andlit á leikinn. Þú verður að ná einu góðu gunn-rándi núna. Ég meina, já, þetta fyrir 7-8-0, þá er að horfa á 10 randa comeback minn, sko, í defend. En hvað er að gera munin núna? Hvað finnst þér? Ég meina, Hvað myndir þú gera ef að þú værir in-game leader hjá Piki og hvað myndir þú segja við liðið? nú er ég bæjast að því ég sé nákvæmlega hvað er í gangi. Já, já, En þú ert að fá öll þessi positions. já, Þú verður að nota þið. það er nefnilega það. Er þetta í rauninni bara individual performance sem er Ég meina, svo ert að tapa gunfights, Já, þú veist. þannig að bara mín tilfelling fyrir þessu er akkurat að það er bara smá svona individual performance munur. Já, Að þið sér fyr- líka að þeir skilja aðeins bara svolítið veikt bara með eina killstöð. Já, Spike down. Turret aftur með pikið. Hann er búinn að ná núna, hvað ætlaði þessi ekki, 3 first bloods með vappanum. Byrjan rounds alltaf, Hann heldur línu, tekur hann líka stjana líka. nær næsta líka. Og með bombuna í auksinn og enginn frá Piki nálægt. Þetta var gott kill. Þetta er þetta Já, mjög stórt kill. hendur í lörkið nær killinu á Killjoy Góð smók líka hérna, hann veit ekki hvort að bomban sé farin eða ekki, bakkar út. I have the spike. og jafna stöðuna núna í 3-3. En núna þurfa þeir að vinna saman til að vinna rándi. Það er spurning, ætli þeir átti sig á því að AFC playið? Concealment. Þeir vita að settin var að býja með vapan. Já. Þeir eru að bóka á það að Jettin hafi rotatað. Dart kemur hann í B-main. Þeir lappa gegnum markið með reynuna ennþá samt á... Það fari eitthvað 30 löfk seconds Já. hérna. þeir spotta hann, þetta gæti gengið af því núna fyrir Jettin að hlaupa og þeir heyri í honum. Þetta geti verið frýtt sæt. Perfect. Girl goes bye-bye. Úf, Þetta virkaði. hvað er þetta planið? Það er spurning, en útfærslega að þetta virkaði. Þetta var í rauninni bara það sem við þurftum til að fá gefins í rauninni opkill. Þetta er, Þetta er erfitt retake núna. já, Það væri sárt að sjá Piki Turtles. þeir eru í rauninni ekki með neitt nema hérna Beacon frá Sova og einn í main og hann er bara að fara að mæta honum Jordóli hérna, nær honum. Úf. Hann þarf að vinna svo mikið halda, þeir eru svo mikið pening, getur alveg eins reynt á þetta. Já, Lappar inn í vappan hérna líklegast. Tekið niður. beinu línu og núna Psycho með vappan. Svo ég var að taka eftir líka að það er hvori lið að spila með hérna Sage í þessu mappi. Þú sér það mjög Já. mikið núna, sérstaklega í Já, með hérna wall boostunum hérna. Já, út af þú getur wallboostað, þú getur lokað á choke points og slowað. En Já. hérna, ég er bara að fatta það núna að ég sé hann í Immortal-leikjum held ég að það er bara nánast 100% pick rate í leikjum sem ég spila. Sagein, Já, Já. mér líður eins og ég sé hann eiginlega bara alltaf. hún er góð sérstaklega að senda, alveg rétt þér. En við sjáum þeir eru með double duelist hérna í staðinn. Sem er ekki beint að virka fyrir þá núna. Nei, það er nefnilega mjög vant að þú velur 2 duelist og ert síðan ekki að ná attack-roundunum. Af því það er ekki að fara að hjálpa þér í defender half. Psycho komið með opin. Fer hérna í eitthvað slow, svona angle peeking bara. Vita að brella. Er í rauninu bara að spila hægt default. Reyna heldur pushin á B, Killjoy heldur pushin á A og ert með 3 að worka middina. Já. Þeir halda sama defaultuna Exi. Alltaf sama defaulti. Loksins sjáðu drónan vera að nota hann eitthvað Með svona. dróna, spotta einn, spotta ekki hinn. Spotta ekki sófuna í hotninu. Sem gæti náttúrulega verið bara gildra. Þeir eru að reyna eitthvað að feika aftur. Bomban er í A-main og þeir eru 2 á pussin á B.
Spottar Bridgin ekki þarna. Ná honum. Flott skot hjá honum. Vita af östru. Hún brella í markið. Without blocking vision. Rauninni bara með B-setið eftir 1 kill. Og þegar bomban að koma yfir. Astra með áhugavert play hérna. Fyrir aftan hurðina á markið. Spurning hvort það viti af því. 30 Svolítið seconds þrjóskir á rotateinu, Exi. Vilja bara býja eftir planti. Já. Þú veist, eðlilegast væri maður örugglega að reyna að kötta á þessi leiðarnar inn á sætin. Þannig að þú myndir ekki geta lyft um plantin. Þeir eru bara að Já. gefa það allt. Já, ég er ekki fíla hvað Jettin lengi í rotate. Sérstaklega verið með Killjoy með alarmbot og turret sem ég getur bara byggð Já. þess vegna, sko. Turret núna með hnífana. Þeir eru að býða eftir að Killjoy komi inn. Gott ulti hérna. Mjög gott út. Tefur þetta auka 10 sekúndur allavega. Þeir geti í rauninni ekkert keyrt inn núna. Ekkert svo ult. Þetta ulti gæti unni rándið fyrir Piki. En þeir eru rosalega Þeir þurfa að vera mjög snöggir inn ef þeir ætla að gera eitthvað. pulling them in. Flott skot. Turret að vera stórinn Hann þarf bara að halda sér á lífi. Nær 3 úr þessari possu. Þetta var frábært hjá Kobba. Í rauninni bara síla rándin inn fyrir þá bara algjörlega með ultíinu og síðan þessum 3 fröggum. Já, definitely MVP þess rounds, Kobbi. Og líka bara mikilvægt, eins og við töluðum áðan, þeir þurftu að vinna þetta 7. round, ná 7. og 8. roundinu. Já. Þeir hafa heyrt í okkur. Erum við að sjá eitthvað comeback? Já, ég bara trúi ekki öðru. Ef þeir ná 2 roundum í viðbót, allavega, þá getum við Sér verið... hérna, Exi fyrir 4B, 1 judge á hæðinu. Já, og Broken Bank hjá XY núna. Turret heldur hérna aggressiv línu með Sheriff, reynir að fara í fyrsta pickið. Já, seldan svo Judgein. Verður að segja að þetta nýja Arcane-skin er geðveikt. Já, sér Það er mjög flott sko. Já. Reyna, komin í lörkið aftur, er að labba B-main, síðan ertu með þessa 2 á A-inu. Já. Þetta er bara svona mjög splitta. Þeir eru eiginlega bara að reyna að fara í default-legin og ná þeim í rotation og það er það sem er búið að virka eiginlega bara best fyrir Piki Turtles. Já, samt er Exi þrjóskir á Að rotata, já það er nefnilega, þeir eru mjög lengi að rotata. Þeir eru að gefa short tala gjörsalega. Þeir eru bara að gefa það. Buckles fer inn, kemur í bak, ná 2 á A-inu og bara Astra eftir. Setja sér hann Astra ultið og þeir eru 5 á 3. Já. Retake með engin guns. Killjoy Fyrir ennþá Exus á og- B-inu. Get ekki náttúrulega wallbangað þarna í gegn. Út af veggnum. Já. Þetta er erfitt retake með Sheriffs. Já. Og mér sýnist við bara stefna í 6-3. Reyna að taka byssur af Piki Turtles. Ná honum, flott skot á Kobba. Fake Bara í deffar. Last player standing. Nokkuð clean round. Ná að missa bara Þú einn sér á að móti. Exi gefur shorti. Hann Já. var bara frítt inn. Algjörlega. Þetta er rauninni það sem gerist þegar liðið þitt er að spila svona passiv. Þú ert ekki með neitt info hvað er í gangi á middinni og hvað er í gangi í B-main að þú ert aldrei að challengea. Já, þú veist, ég Og sá þá getur þeir bara labbað í bak og frítt upp middan þessu ekki. Bridgin píkaði mitt 2-3 sekundur, sá yngan, Já. fór tilbaka, Alveg leta vera. Já. Þetta er, þú getur akkurat brentið svolítið á þessu ef þú ætlar ekki að Ég meina, Pússa fyrir info. svo getur þú kent þessum timing og en þú veist, þú verður bara að halda þessu. Já, algjörlega. Þeir að gefa alltaf mikið. Að mínu mati. Þarna erum við með 2 núna, þeir eru að setja 2 myndir að búið færa Killjoyn inn á B núna. Eitthvað low confidence move þarna. Gæti Skiptum site, setja Jettin inn á æð, Gæti bara verið eitthvað að reyna mixing þetta. prediction, eitthvað svona. Já, spurning. Fá það til að hlaupa inn á lane með öll þessi Killjoy traps. Gæti virkað. Við erum með Killjoy ulti, Nota Killjoy ulti og eru núna í þetta skipti ætlaði að committa á B-ið með staðsetninguna hjá Piki. Mér sýnist Exosun ekki vera með ultið til að geta counterað þetta. Aðeins svo fljótir að píka, já. Og með tröppin, þau voru tekinn. Frábært dart hjá Gunterino þarna. Skanna hann á einum út frá því. Og núna keirir Piki inn í mixið hérna. Aron með confident play hérna. Nær einum. Aðeins of ákafir í næsta. Allt í raun 2 og 3.
Þetta getur reynst þeim svolítið erfitt með breach í retake. Hann er með flush. Ég held að blóð þarf Er í honum. aðeins að slaka á. Við erum með vappalínu hérna. Nær honum, frábært, 2v2 núna. Retake, breach tilbúinn. Ég er að fíla þessa stöðu á blóð núna. Þeir eru með Þetta getur reynst Exoson mjög erfitt. Ná honum, breach low, Jordal-stampur kemur hann upp á leininu. Þetta er ekki hægt. Já, já, 6-4. Psycho blóð, klöts þetta. Og eru sendir í annað ígó, sínst mér. Nei, jú, þeir þurfa að taka ákvörðu núna. Þetta er low armor. Þetta er líklegast Inspector. Sheriffar low buy Já. fyrir full buy næsta round. Sýnist það að Spectre, Judge, 2 Sheriff. Við erum að fara að fá leik. Mér langar svolítið að sjá að hlaupa allir inn í hann Judge, sko. Já, Það var alltaf skemmtilegt. Þetta stefnir í eitt spennandi leik. mér sýnist það. Eðlilegast 6-5 og spurning þá dassar inn í bridgestennið hjá vini sínum. Heldur áfram að hlaupa og nær tveimur. Þetta er meira playið hjá Turret. Mjög mikilvægt. Þetta var bara nákvæmlega það sem X-Upsilon þurfti. Dassar inn í stönnið Þetta var rosalegt. Fær arrow frá sóunni. Ég var að setja stórt spurningamerki við það að halda áfram að hlaupa þarna áfram með stönnið en hann bara allt í einu, 5v2 í bara leiðilegt round fyrir Já. að tapa. Þetta var rosalegt. Það var bara að segjast. Aron B.S. núna reynir að fara í eitthvað pick. Er skannaður hérna. Þeir að skjóta henni gegnum vegginn. Óðægilegt hitt í geruna. Nei. Ekki mikið sem að Piggy Turtles getur gert hérna. Nei, en ég er að fíla þetta meira. Þú ert að skoða öll. Já, þeir eru að píka núna allavega á þessi contested svæði eins og maður segir. öll svæði. Þeir eru hérna. Það er í rauninni það sem Exosklan hefði átt að vera að byrja að gera mikið fyrir. 30 seconds left. Flott crossfire hérna sem gæinn er að Bucketer slappar beint inn í Vacuumuninu hjá Astra, lappar áfram. Player standing. Brelli tekur hann frí. Spike down mid. Þetta er bara spar. Já, það er bara ekkert sem að Aron B.S. geti gert í 10 þessari seconds stöðu. left. Stealing sight. Reynir samt að fara í kill á greinilega næjan pening fyrir næsta round. Það er bara beint fyrir nær einum og Turret með 3 kill. Frábært round til Turret hérna. Last Tók round eina in the byssa en- half. Já, þeir voru svo ríkir að þetta var rétt að ákvörðunin. Mjög, þetta round var sárt fyrir Piggy Turtles. Sárt. Þetta hefði algjörlega left þeim vel inn í leikinn og mista það líka svona með þessu playi. Já, nú fóðu síðasta round, allir með byssur, 2 vappar. Það gerir Piggy Turtles hann, var hátt í 7-5, það var þetta mjög vinnable leikur. Já. Killjoy núna komin yfir að æða aftur. Turret aftur. Fyrsta pickið. Jetið. Já, það er bara, það er ekkert annað. Fara báðir í vappabattlið, ætla báðir að ná þessu fyrsta killi og bara því miður, Turret yfir. Það er spurning, núna þurfa þeir í Piggy að reyna að finna sér eitthvað frakka eitthvað þar. Já. Það er bara spurning hvar það er. Þeir eru að notfæra sér eina stöðuna sem X er búin að gefa sér sem er miðjan. Já. En þetta lukkar erfitt. Já, ég myndi segja það. Ég væri til í að hefði alveg verið til í að sjá Sova að nota drónan aðeins meira. Já, Fyrir bara svona íta hérna Exosklan aftar. já, þú ert með drón, þú ert með úl. Já, bara setja pressure með drónanum og fá eitthvað info og mögulega bara últa þann gæja. Gæti lent í línunni á Turret þarna. En þeir eru ekki að gera það ennþá. Bara núna væri hann últar og ná Kiddofer, hann nær öðrum Brelli, fallin líka, 2 á henni, dottnir, 3v3. Sjá, Sova últ hjá Exi, kemur út hérna. Afturshock, hreinsar hann frá Generator. Verðan á planti. Standing. Bucketos með 2 í heaven þarna. Þetta er mjög verið, báðir mjög low. Spike planted. Báðir low og hann verður að brjóta þetta fyrir hann. Hann veit það, brýtur fyrir Bucketos sem er low í hotninu.
Shock Dart kemur inn. Vel gert. Pikkar upp oppin. Já. Pikka bara. Confident play, ég Já, fíla. já, já. Þetta var bara frábært round hjá Switching sides. Piki Turtles. 7-5 og mikið liggur undir í þessu pistolroundi. Já. Turn out. Mikilvægt fyrir Piki að taka þetta pistol. Algjörlega. Setur þetta Þá í eru þeir- 7-7, já. þá ertu bara á clean slate, eins og maður segir, 7-7 og þá er þetta í rauninni bara Piki í hæginn. Þeir eru þá bara í góðum málum. Mjög góðum málum. Sem Jettin tekur sheriff. Þetta er eitthvað sem ég er að sjá oftar hjá Jettum. Að taka sheriff í pistol. Já, hann er með hann Frensín. Er þetta að tala hjá Psycho. Enemy? Já, Psycho. já, akkurat, jú. Þetta er eitthvað, maður sé þetta nefnilega núna nýlega frekar mikið. Sérstaklega hjá þessum pro-aimerum, sem Og maður segir. ég held að þeir eru lapp inn í hann hérna. Já. Sýnst það bara að vera flash and dash hjá Exusalon. Nei, fyrsta piki, hleypur í burtu. Þetta er akkur hann giftið sheriffin. Þetta var gott fyrsta pick hjá Psycho. Exusalon heldur áfram, drónar inn, ætla bara að finna eitthvað. Psycho djúkar í rauninni fram hjá drónanum á Generator, veit ekkert hvað hann er ennþá. Stönnan. Ég verð að koma sér inn, þeir eru svolítið hrættir. Já, Þetta er erfitt, þeir eru búin að vera of lengi, þannig að þeir neyðast eiginlega til að bakka. Astra en góði að hægja á þeim og Já. þeir neyðast til að hlaupa í burtu. Já. Sýnist Exusalon bara vera nokkuð fljótur að hafa spottað þetta. Þeir eru byrjað að róta þetta strax tilbaka og það verða bara 3 á hinu sætinu. Beint Á inn í hinu killsvið, sætinu líka. beint inn í killsvið. Já, þetta er skrítið. Þeir bakka aftur í 8A-inu reynan og núna er hún orðin sein. Bara Killjoy, 1 eftir og það er 5 á lífi hjá Piki. Here. Þeir eru ekkert að drífa þessu heldur. Nei, Láta þá gíska hver þeir eru að koma. 30 seconds left. þetta kemur út, Astra Smoker, Flottur smókur. Aron BS ætla bara að lappa í Já. gegn hérna. One enemy remaining. Já, þetta er bara Killjoy á bíðinu. into the slaughterhouse, Sem sem maður segir segir, bara- og hnífaður. Nei takk. Beint í andlitið. Þetta er alvöru. Það er bara Bucketus er að setja statement þarna og hann segja við erum ekkert að grínast. Nei. Hvað getur að segja? Bara 7 round á defend. Þetta er ekki neitt. Heldur Exusalon séu byrjar að svitna núna? Já, eftir úr nývar í toppslag. Já, það er nefnilega, ég fíla það. Þetta var Hann er statement play. að fara á peysinu núna, sko. Hann Já. byrjar að svitna. Hann kannski sjá, hérna, fyrsta tactical pose okkar í mótunni. Samt núna, þegar maður pælir í því, Breachin hefur ekkert verið notaður í nefn einhverju svona heavy aggressive play eða neitt hannig. Hann er ekkert búin að vera Fyrir info og til Já. að hægja og, já. áhugavert val að velja Breach ef að það er ekki fyrir akkur það. Já, hann var bara skæði miklu betri en að kannski hann er bara, Algjörlega. kannski bara comfort pick hjá honum. Já, mögulega, hvort að þetta sé bara meinin hans. Það hlýtur að vera. Mjög hægt round. Búin að taka til því, þetta er búið að vera sló leikur. Þeir Já. eru búinir að vera bara í rauninni að spila frekar hægan Valorant, bara að reyna að fara í pikkin eða alltaf og þá frekar seint. Já, þetta var Psycho með tækifæri til að taka nokkur niður. Skannar hann, flassar hann, Aron BS í rauninni bara beilar hann út, píkar og næra refsa. Cutting their vision. Já, ég er að fíla þetta svolítið crossfire þetta sem við erum með. Algjörlega. Bucketus tekur kontakt og Aron BS píkar síðan um leið og hann skýtur. Bucketus er gríðlega fastur samt. Já, hann er alveg fastur í hotninu þarna. Það er Aron B. starfa. nær öðrum, 30 seconds left. nær þriðja. Já, hvað? One enemy remaining. Þetta fór ekki. Long. Psycho rænir fór ekki. Já, þetta var flott round og bara besta sem gæti gerst í bónusround. Ekki missa einn með allar spektararnar ennþá Já. og eftir rauninni bara með gefins næsta round. Já, nú erum við með byssur hjá Axi. Þetta er rauninni bara besta sem getur gerst. Specters inn í guns og vonandi bara ná sér flestum eða jafnvel vinna roundið og þá Ég er hefði vinnað rándi það og myndi ég að fara að taka pós held ég hjá ég Axi held að, hérna ég held að það sé bara, aðeins að pæla hvað erum að fara að gera. já, ég er bara algjörlega samlað því. Piki með default, Jet á shortinu, Killjoy félags hérna lengst aftastinn á B. Psycho með Marshall.
Hann Aron. white swingar. Vá, flott skot hjá Jordól. Frábært. Takk þessu mjög hægt. Takk eitt pikk, fara bara B svo. Já, þeir eru alltaf bara, Gera ráð fyrir einhver rotate. þeir eru með alltaf mikilvægt fyrir Killjoyn Piki, hann er alltaf með turretinu svo aftalega. Þannig að þú veist, þeim leiðu ykkur píkar í main, þá fær hann infoið, þá getur hann að tryggja allt utility, þannig að það er bara mjög erfitt að hlaupa þann út B-ið án þess að plana það mjög vel. Já. Þeir eru bara að taka sinn tíma. Já, já. Það er rölt shortið þannig sínast mér. Í rauninni bara mjög dreifðir ennþá. Þetta er svona eiginlega bara eins og default setup og það eru 40 sekundur eftir á rándinu. Þeir þurfa að fara að koma sér saman núna. Ég er að fara að enda á A, sjáum hvort að Reyna. Aron er að stoppa. Nær Aron með 2 kill núna. Nær Aron BS líka. 30 seconds left. Keir hún á sætið. Nær 2. Nei, sér ekki bló Down A. út fyrir smókin. En sér blóðan 2 byssum Spike að. planted. Out of charges. Revealing area. Það er 2-man retake. Bucketos. Vonandi með dartið sitt ennþá. Sýnist ekki. Bara hugsa að reyna að taka byssur að þeim. Koppi nær einum. Vita af einum í main og hinum undir. Þetta er í rauninni bara gott ránd fyrir Piki. Ég meina þú getur ekki beðið betra ránd. Nei. Svona. Nær 3 vopnum og ferði full buy. Já. Og núna er Peningurinn. X-Upsilon með verra buy. Lágur peningur hjá þeim. Já, Þurfa að fara í light armor akkurat. eða verri byssur. Þannig Piki Turtles betra buy fyrir fyrsta bærándið í þessum helmingi. Og þetta er stórt ránd. Já. Það væri, þetta ránd er að fara að setja mikinn svipa hvernig þessi leikum mun spilast út held ég. Axi setja upp 5 á A. Gæti þetta verið rætt? Mér sýnist það. Þeir eru bara að dróna tilbúinn, breachin með utility sitt. Hann ætlar að stunna generator. Hann ultar generator. Blow í vonlausri stöðu hér, alveg stunnaðir. Hann fer inn í smókin. Nei. Þetta mátti ekki gerast. Þeir klíra ekki fyrir aftan generator. Báðir núna læstir í main. Ég er bara orðlaus að Bló komst upp með þetta. Þetta mátti ekki Hann komst upp gerast. með þetta. Oh my god. Smókurinn, hann setur sjálfur smók ofan á hausin á sér og fer inn í astral mode og þeir klíra hann ekki. En það var enginn inn á sæt. Heldur þetta var bara tómt. Kíktu þér ekki neinst. Þeir kíktu ekki hann fyrir aftan. Þetta er eitthvað að skoða. Það hefði verið mjög flott að vera með replay af Já. þessu að því Það væri gaman að sjá replay. ég skil ekki alveg hvað gerðist En Bló þarna. kemur út stór og vinnur bara rándið fyrir það. Þetta var eina ástæðan yfir að Piki hrundi svona öðla. Já, nú er Exi komin á... Nei, fyrir ekki að Exi skildi hafa tapað þessu rándi, var bara út af þessu. Og Exi komin á Anna Íko. Og taka þær hægt aftur. Skoða sig 3 í 8 B núna, 1 í market, 2 á sætinu. Ég meina þú þarft... Eða þú ert með Íko svona, þarft ekki að... Ég skil ekki alveg að spila svona hægt. Þú veist, þetta býðast þegar þeir gerir mistök. Mér sýnist það. Næstuði þarna. Þeir eru með skáting. Já. Þú veist, eðlilegast myndi maður ekki bara reyna að hópa saman, nota breach flussin og ná ykkurum. Ég var að reyna eitthvað stratt, blitz stratt, reyna á bombunni niður, Já. þú veist. Þetta er nefnilega búið að vera rosalega mikið bara pickplay. Já, þeir eru bara spila þetta mjög rólega og það er bara gunfight sem er að vinna og tapa rándum. Já, í rauninni. Það er í rauninni, þannig sé ekki nein strött sem við erum að sjá, koma út. Þetta verðist vera svolítið bara svona mid-round calls og bara pick í early. Já, klálega. Þetta er bara einhver lörk og... Stringur að hana. Ég held að þetta hefði verið kontakt. Hér á shortið á Psycho. 30 seconds left. Já, það er með engin utility eitthvað. Engin utility, hann hendir þetta Mollyum. Nær samt ekki halda hana frá anglunu. Psycho með annað kill. One enemy remaining. Ná honum. Spike Gunterino, down A. einn eftir.
Og hann fellir líka. Já. 8-9. Núna er Piki með yfirhöndina. Það voru 6-0 undir. Já, því lít comeback. Þvílíkt. Horfi bara á skorið. Þeir eru búin að ná 2 rándum úr seinustu hvað? 10 eða eitthvað. Já. Eða meira. Þetta eru hvað, 6, 7, 8, 9, já, 11 rándum. Það eru búin að ná 2. 9 af 11, já. Það er svona eins og X-Uslan hafi einhvern veginn bara mist móðin eða hvað, hafa þeir bara verið óhefnir. Það Það var allavega þetta ránd, þarna áðan með Astra, en Það vantar smá confidence í XI held ég. ég held það. Þeir eru svolítið hægir, ég sá að Tourette kifti oppan seldan svo fyrir Phantom. Scanning ahead. Hefur ekki þórað að fara í það play. Nei. Það vantar svolítið svona bara taktu gunfællana og síðan Já. sér betri. Þeir eru á blaði eru hann að vera betra liði sko. Já, ég myndi halda það. Þetta er Tourette nær einum núna á shortinu. Astra, einu á aðinu, Killjoy byrjaði eitthvað að hlaupa þarna yfir. Komin yfir á aðinu núna, þeir ætla bara að taka þetta 2 og 2. Sikur í sætunum. Halda áfram að taka það rólega, það er ekkert, það er engin springikraftur í þessu liði. Nei, ég var akkurat að segja, þeir ná fyrsta pikkinu en taka sérna ekki territorið. Nei, það var Sem aldrei að, gert það. nei, þeir yfirleitt bara taka pikkið sem bara chilla þær aftur. 3, eiginlega bara inn í smóknum, skanna Nei. hann er fallinn hér. Tourette með 2 frögg núna. Áhugaverð Arrow sem Já, hann bara slengið í beint fyrir fram á smókin. Psycho 1 eftir. Down mid. Hann er bara vörnin hérna þarf að fyrir koma út Piki. stórt ef þú hleypa beint í hann. Þeir ætla bara 30 að seconds taka left. því róla og reyna einhvern veginn að umkringja hann. Nær einum, nær 2. Last player standing. 3 kill í þessu rándi. Litla stinni. Þetta var risastórt samt. Hefði geta verið eða mögulega bara Þeir bomban niður í markið. hann ætlar að Hann getur reyna bara að stoppað stoppa plantið 10 seconds left. ef hann nær að halda sig fyrir utan það. Hann pantar hana. Óna stennunni. Hann notar það ekki. Spike planted. Hann alltaf gerir ráð fyrir því kannski að hann sé ekki að Brelli fattar þetta ekki að hann stóð ón á enemy Pulling them in. Já. stjörnunni og Blóð náttúrulega fattaði ekki að pulla það. One enemy. Nær einum. Alltaf bara hlaup í burtu, taka Já, retakið þetta er eftir. Kitty með gott play núna, pusha framar. Hann býst ekki við því hann Blóð sínus mér. Þetta er erfitt fyrir Blóð. Þetta er eiginlega ómögulegt. Ég trú ekki að hann hefði ekki bara Hversu súrt hefði það verið hefði verið fyrir að planta 5 sekundar eftir og það er pulla stjörnun á þig. hann átti bara hann trúði ekki að hann hefði plantað honum sérni. Nei. Þetta var óheppið, eins og maður segir. Og en maður er næstu að klötsa Exi fáránd. 9-9, þetta er close leikur, bæránd fyrir bæði og bara economyið ekki í frábæru málum hjá öðru hverju liðinu. Það er bara Þetta er þetta bara- ránd og næsta lið fyrir Ígó. Sér að Tourette er bara nýfum. Já. Get out of my way. Psycho, eitthvað reynir pikkin í hérna Þetta er middinu, ekkert að heyrast. Þeir eru byrjað að gruna eitthvað í 8 aðinu, sjá ekkert kontakt á middinu sem þeir eru búin að fá vanalega og þá er náttúrulega byrjað að gruna sætin. Sjáum eitthvað execute hérna vonandi inn á aðinu, en þeir eru komnið 3 Obscuring nálagt að. Við erum í rauninni að sjá bara sama og við erum búin að sjá vanalega. Hæga byrjun, svolítið bara eitthvað að vonast til að einhver gerir mistök. En Psycho ætla... ekki búin að hreyfa sig frá sortinu. Nei. Það sýnist þetta ætla bara að vera að execute og Killjoy kom í lurki hérna seint fyrir aftan þá. Nær honum Tourette, hreinsa sætið, nokkuð öðla. Það er ekki flóknir að, þeir eru konum með að. Já, 4v4. Og það er retakið núna fyrir Piki Turtles. Það var ekki bandin. Nær honum ekki heldur, koppið með 3! 30 seconds left. Vita ekki af honum í main. Alltaf bræla. Þetta er eiginlega bara vonlega stað. Hann hefur ekki tíma til að ná bombunum og hlaupa tilbaka, þannig að hann verður eiginlega að fara bara í meat-grinderinn. Bara spar. Já. En þeir gleyma bombunni og hann er dreipinn hlaupað inn á sæti 10 seconds halda þetta á left. nýtnum. Ég var eitthvað akkurat að pæla í því að
svolítið áhugavert að hann hafa bara hlupið í main með hnífana. Hvað er ekki með smókur? Já. Algjör drukkjum steg, gleyma bombinni, hlaupa tilbaka. Já, Allir smókar færðu niður. og falla í raun út af því. Já. Að þau eru bara í allt og En opnum. Kobbi náttúrulega geimur stór nær 3 í spreyinu sinu. Should I play some stars? Hversu in mikilvægt að þetta? society? Kobbi er búinn að koma svolítið stór. Já, út úr þessu rándi. hann er búinn að vinna nokkuð ránd fyrir Peaky Turtles núna. Vantar kannski að vilja aðeins sjá meira af Aron en á reynunni. Það er Asa hérna Let's start. búinn að vera svolítið að fela sig fyrst. Vantar smá confidence í hann. Já. Núna eitthvað darta hérna fyrir stigan. Það eru allir 5, En samt þú veist, fyrir utan B. þeir henda út sko, Hend út fullt og jútili. en þau fara ekki út með því. Nei. Þú veist, mér finnst þeir vera kannski aðeins of lengi að bíða. Flassi komur út, þeir eru komnir hérna í boathouse. Allir eiginlega komnir út núna. Kera ná sætinu, Kobbi fallinn. Bomban deyr samt á vondum stað. Hann hleypur með bombuna inn í boathouseið í hotnið. Þetta gæti bara verið Exusilon að falli í þessu randi. Nei, Kittofer nær bombunni, hleypur hún alveg. Tekur upp nýfum bara næri bombunni. Já, já. Eitt annar ríteki hjá Exi. 3v3 retake. Eða hjá Piki segi ég. Já. Ekkert með frábæra retake hetjur þannig. Þú ert ennþá með sófuna hjá Exusilon með þá væntanlega dart sem kemur út fljótlega og hann ultar bara. Dry ulti á tröppur. Blóð getur verið stórina. Blóð kemur, nær einum. Last player standing. One enemy remaining. Turret með 4. 4. Hann er búinn að vera góður í attack-rappinu. Hann er að ná þessum entryum. Hann heyrði kannski í mér. Ég þarf ekkert hann að vappa. Já, hann er búinn að vera rosalegur um leið og hann byrjar bara að hlaupa inn. 10-10, Leo. 10-10. Erum við að fara í OT? Eða frá 10. Þetta er... Það væri svolítið skemmtilegt. Það væri Ég meina, mjög skemmtilegt. Piki Þetta Turtles er... með bæ, samt sem áður, einn leikmaður ekki með byssu. Þessi leikur gæti ekki verið meira jafn. Nei. Já, mjög erfitt með að greina hvor liðið er í rauninni betra liðið út úr þessu leik. Þetta er bara, þeir eru bara eins tætt og hættir að vera. Psycho reynir að fyrir fyrsta pikki hann, Hann hann er bara- hleypur í generator. Skil, hann náðu ekki að taka neitt þarna. Nei. Koma sér núna fyrir í main. Bakka er ekki nógu ánægð með þetta. Við erum að gera ráð fyrir einhverju stóru rotation frá Hann er bara að pússa upp Piki. bíð. Þetta er... Þessi situr í hotninum. Gæti orðið risastórt. Kobbi er í frábæru stöðu hér. Þeir hlaupa bara Allir í hnífa. andlið með hnífa. Allir með hnífan uppi. Nær einum. Nei. Kitto fyrir fljótur að ná honum. Attacker spawn. Tap. Þeir ætla bara að strauja inn á bíð. Aron situr og býður. Frábær hjá Gunterino að ná að skanna þarna undir boathouse. Kittofer 2v2 núna, báðir fasti fyrir aftan smoke. Últið úti. One enemy remaining. Blöð, 30 bjarga, seconds sækó, left. gríðilega hana. Kittofer verður að gera eitthvað stórt hér. Nær plantinu núna. Spike planted. 1v2 í 10-10. Placing swarm grenade. Swarm Flottu molli. grenade out. Nær að loka aðra hliðina. Placing Kasta swarm seinni grenade. líka. Swarm grenade out. Nær ekki að poppa seinni mólunum. One enemy remaining. 1v1. Bot Blóð coming veit back. af honum. Hann... Blóð. Erfitt. Ekki með þetta í líf. Phantom vs Spectre og þú ert að standa á 20-30 í líf. Kassa. Stórt ránd fyrir Piki núna. 11-10. Og fá vappa. 11-10. Come now, come on. Diffuse. Diffuse. Er Exi að fyrir í spar? Já, ég væri Þeir eru á leiðin í spar. til í að sjá bara hratt ránd frá Exusilon núna. Bara nota breachflassið, grípa ykkur Já. Ég held í að Spar vondri hérna- stöðu. Tekur spar, reynir að spila upp á Need a OT drop. Midasi, thanks. og notar hennan breach fyrir One eitthvað second, aggressive please. play. I gotta visit the astral to play some stars.
Já. Mega í rauninni ekki nota breach ulti í þessu rándi. Nei. Það er bara má ekki gerast. Þeir þurfa að nota það fyrir næsta bæránd líklegast og þá vona að þeir geti sett þetta þá í 11-12 og fara síðan í 12-12 með Ég meina OT. þeir þurfa bara að taka byssur núna, þú veist. That'll work. Já, akkurat. Gera þetta bara dýrt fyrir Piki. Það þarf eitthvað kraftverk að gerast til þess að vinna þetta ránd. Já. Eða hvað? Turret hendur um Þú hnífanum. segir bara, Hann Netta ætlar að bara reyndar. galdra eitthvað. Hann er búinn að vera að ná flottum entries fyrir Exusalon, þannig að spurning hvort hann á að gera eitthvað aftur. Make magic happen. Færa sig strax yfir núna á bíð. Hann heyri bombur og droppar. Núna er náttúrulega Psycho bara að fara að halda línunni toppmitta því hann veit að það er eitthvað þar. en hann hefur verið þarna öll rándi. Þeir vita að hann fílar þessa stöðu. Já. Þannig að þú sér það, Sóvan vill ekki píka. Right here. Hvað brelli. Spurning hvað að gera þessi. Fá dart hérna bökk. Þetta er vont fyrir Brella. Nær honum ekki samt. Turret bara með línuna. Fellur. Flott skot hjá Bucketos. Þetta er tíðan farnir. Nær tveimur. Í rauninni er Turtles að gera það sem X-Ufsalon átt að vera að gera í Defender Hub. Þeir eru að challengea miklu meira. Já, þeir eru að gera það. 30 seconds left. Psycho. Þú veist, það er komið smá confidence í það. Já. Þeir eru að taka svo gunfights. Last player standing. Og núna 10 Jordolstamper. seconds left. Hann situr bara í hotninu hérna 3 sekundur eftir, keirir áfram, ætla bara að reyna að deyja fyrir economyið. Match point. Piki að make a statement í fyrsta mappinu. Match point. Þeir eru liðið 2 í deildinni, á móti liðið 1 og þeir ætla bara að vinna fyrsta mappið. Það væri stórt. Það væri stórt. En XM með byssur. Já. Spurning samt hvað X-Ufsalon ætlar að gera núna. Þeir verða að tryggja sér þetta ránd. Þeir eru með Astra breach ulti. Já. Á móti 4 últum frá Sova. Nei, frá segi Piki. Já, síðast þeir fóru A, þá náðu við tókuðu breach ult execute sem blöðnaði að fela sig þarna í hotninu. Ætlum við sjáum það aftur. Við erum í rauninni að sjá bara svipa dæmi. Fara alltaf bara í early default. Bæði liðin eiginlega búin að vera að gera sama í Attacker Hub. Bara svona early default, spila hægt. Þeir heyra í Psycho fara yfir á shorti. Hann fyrir píkið hérna. Ætla bara að fá info. Sér engan í B-connector. Aðeins svolítið veitt. Já. 1 Astra. Það þarf ekki nema 2 smóka og flash til að ná þessu seti. Já. Núna sá ég ekki hvort að var ekki Kitty sem var líka í Piki. You should run. Hvort að hann hafi verið úti. Já, spurning. Þetta er alltaf bara að spila þetta á retake. Breach-ulti kemur einn enginn á sætinu. Líka breach ulti, þeir nota 2 ult til að ná sætinu. En þeir Spurning. ná sætinu. Það er bara að henda öll út. 30 seconds left. Ná plantunni hérna og Já, núna það kemur bara- retakeið inn. You want to fight it? Killsöfurki er risastórt. Þeir Nær einum hérna detained. Allir fastir bak við smókin hérna. Nær hann í gegnum smókin. 3v3. Það kemur út. Last player Þessi standing. ör. Þetta var clutch. 11-12. Þetta var clutch ör. Nær að skanna 2 með örinni. Þeir náðu bara gegnum smókana frítt. Þetta var Gunterino með stórt play. Risastórt. Og þeir hendu út bara öll. Já. Bæði núna er- lið bara ult eftir ult eftir ult. Já, eina últið eftir hnífarnir hjá Psycho. Það er eina últið eftir fyrir loka rándið hérna. Eins gott hann sem er hnífana því hann þarf þá með engan pening. Ég væri til í að sjá overtime hérna. 25-15 samt hjá Turret. Það er bara stór leikur. Hvort að Psycho geti gert þetta risastórt.
hann hérna út, en þetta Áhugaveru molli. Já, Placing swamp Fyrir grenade. hendur öðrum móla. Grunar Swamp greinilega grenade að hann Psycho sé hérna eitthvað með hnífana sína. Vill ekkert eiga molla. Nei. Ok. Og það er 4 komið fyrir utan að. Þetta er rauninni bara samast aðan. Eitt jet framalega á shortinu og aftur Astra, einu á A. Já, þeir eru búin að spotta það að hérna með frekar veik. Já. Sem er rauninni áhugavert að því Killjoy er bara miklu betri angur. Þeir eru 3 ennþá upp í Já, við þurfum ekki að... Killjoy er að beita það alla í að vera þetta. Já, Sér að Psycho... drónin kemur núna út á A-inu. Ná, nú vita þér þetta að... Þetta er bara fríkt Nei, sæt. Psycho... Nei. Þú er mögulega að fara í alltaf aggressive play hérna. Já, algjörlega. Hefði bara mátt vera aðeins rólegri þarna. 30 seconds left. Kemur Spike planted. vant að vera A-main. Sér hvað Killjoy kom í risastór flankan og svo. Hann er með flankið. Verður að halda sér á lífi núna. Hleypur lengri leiðina í bak. Þeir ná Jordór Stampar að fara 1 á sæt. Hann ætlar að fara í Þeir eru ekki heaven í ör. bak. Þetta gæti... Hann verður bara Last sælandi player hérna. standing. Hann er 1. Enemy down. Þetta er matchpoint. Úff. 13-11. Peaky Turtles. Peaky Turtles taka fyrsta leikinn. Defenders Já. win. I'm not tired. Mér finnst svo Are you? oft jettarnir brenna sig á þessu heaven pussi. En var þetta mapp ekki hjá Peaky? Eða var Þetta var Mappiki og Piki Þetta var eða ekki. Mappiki og Ef að XY byrjaði Defender, þá fengur þeirra að velja haf. Já, Ég gerir ráð fyrir þeirra að valið já. Defender. Scoreboardi hérna, turret 8 first bloods. Síðan ertu með 4. 8 fyrst. Er Fjóra þetta galið, sko. Já, svo ertu með 4 frá XY í sætum 2, 3, 4 og 5. 8 first bloods. Já. Galið. Hann var nefnilega, hann var að eiga góðan leik, en bara því miður dugði ekki í þetta skiptið. Nei. Svolítið, hann var að halda svolítið að liðinu sína. Já. Hvað gerði munin eiginlega? Ég meina þeir voru 6-0 yfir. Já. Og svo fellir bara. Var þetta ekki bara confidence? Jú, þeir unnu 1-2 round, fengu confidence, villu píka, voru ekki að gefa allar stöðuna sína alltaf. Já. Held að það var svolítið bara það. Þetta, já, Jordalsson með 10-20 breach. Spurning líka bara hvort að þetta breach pick hafi bara verið ekki að... Exi voru með svona lítil mistök, bara eins og með blöð í hotninu. Já, að klíra það ekki. Klýra ekki, þú veist, erfitt kannski að klýra það, ég veit það ekki, en þú veist, Já, það gerir þetta ekki ráð fyrir honum annars. Nei, akkurat. En spurning sko, hann er tekur breach, 10-20, var ekki að nota breachin aggressively, eiginlega bara frekar passively. Þeir voru ekkert að challengea sætin. Já, ég væri til að sjá það nota Sky. Já, af því ef þú ætlar að, þú veist, ég hugsaði einhvern veginn bara svona, ef þú ætlar að velja breach og ert defender, myndir það ekki vera challenge alltaf til að ná þessum contested svæðum. Ef þú sleppir því, þá líður mér svona eins og að breach picki sé bara ekki þessi virði. Hvað sáum við mörg beachult? Í svo leik 2, 3? Já, þeir voru ekkert að skila þannig sé eitthvað rosalega miklu, sko. Nei, ég heldur unnu 1 ránd með beachult í. Ég held að það væri, þú veist, annarkvort núna ef það er að halda breachinu og bara vera aðeins aggressíveri í defender half, reyna að challenge contested svæðin betur með honum eða bara sleppa honum. Já. Þá velur bara eitthvað aðeins betur anchorwise, eitthvað svona sem er meira notfært í passiv hlutverki. Þú vilt ekki velja aggressiv karakter og síðan spila Eitthvað passiv. til að spila með Tourette sem er að spila svona vel. Algjörlega, algjörlega, Sky flash inn, algjörlega. þetta minn, Bara flassaði virkar hann bara áfram, svo Tourette vel. Já. dassar inn, eitthvað svona heavy þannig aggressive plays, hefði algjörlega, ég held að það hefði getið alveg skilað XY sigurinnum hérna, en þú ert með wing condition, þú er að spila ekki eitthvað. algjörlega, mér finnst þetta að vera svona svolítið waste. En þarna, Góðu fyrsti leikur. þetta var góð fyrsta leikur, 13-11, Frábær. geti ekki verið meira close. En vitum við hvað mapp er næst eða hvað? Já, Fáum við við erum kannski ekki eftir búin að heyra fá það á Split! Já! Akkurat það sem ég vildi sjá, Split og Það auðvitað er Exi Piggy. alveg 100%. Við þykir ekki líklegt að Peaky Turtles hafi valið. En Peaky Turtles vinna fyrstileik, fá defense fyrst Já. í Split, sem er náttúrulega Það er Er þetta, já, algjörlega. Blöð. Það er Fyrirgefðu. blöð. Við erum búin að vera að butchera nafni Blöð. hjá greiði stráknum hérna. Við byrjumst innilega ásökunar á því. Afsakaðu. Já,
Við núna förum í split, spurning hvort að Breachin haldist. Breach er Breach góður í er split. góður í split nefnilega. Það er nefnilega það. Með B-heaven kontróli alltaf. Algjörlega. Líka á aðinu bara Spurning flott hvort að Jordal finnir sig í split sem Já. Breach. Ég trúi því. Já, af því hann er góður í því hlutverki, þú veist, hann getur alveg verið tölvöld meira passiv í split og góður í retake-unum í split, góður í að flassa viniðina inn á corners, Já. þú veist, ég held að það geti alveg verið gott pick, en held að þetta hafi bara verið svolítið óheppinleikur að hluta til og Jordal. X-Ursson hefði getað að spila aðeins Ég meina betur þeir í kringum Breachin. byrju rosalega vel. Já, það er nefnilega það. Þeir voru 6-0 og síðan einhvern veginn bara fann Peaky Turtles tempóið. Já, og þeir kannski mistu svolítið confidence í X-i og Já. leiðið, þú veist, eins og voru að gefa bara Algjörlega. gáfu mitti, gáfu Ég vill í rauninni bara að X-Upsilon núna átti sig á að þeir eru efstir í deildinni og bara spili með það í bara á kassan, bara kassan út og bara hei, við erum efstir, þeir eru ekki að fara að taka þetta sæti á eitthvað svona auðvitað. Nákvæmlega. Þú veist, það er bara, þeir þurfa að henda Fá vonandi að sjá eitthvað svona meira fire, aggro, eitthvað meira svona í- umfattur og á power. að takk í split. Já, Þetta er bara execute heavy map, sko. það er það nefnilega. Og þú veist, mitt prediction X-Upsilon ætti að taka þetta map. Mér langar að segja líka, En Peaky Turtles var að spila vel. en ég veit það ekki. Já, eins og ég segi, þú veist, X-Upsilon ætti að taka þetta map en Peaky er ekkit litalega grínast með sko. Koppi, blöð. Já. Þeir stóðu svolítið út úr og Kopp- voru, Kobbi átti rounds sem að voru bara að make it or break it. Já. Þetta voru svona á tímapunktum þar sem þeir þurftu að vinna roundin bara 3K. og þá hendur hann í eitthvað svona sturluð bara play sem að bara securear þetta round, neyðir þá í ego sem gerist það aftur seinna í leiknum að sem að retakar og nær þremur frá heaven, þú veist, bara frábær leikmaður og bara stóð sér mjög vel. MVP, Þessi leik, örgulega Kobbi, ég myndi örgulega að segja það. Koppi. Impact Frags, Kobbi, Tourette frábær en bara synd að það er erfitt að gefa Já. tapliðinu en Tourette var frábær í þessum leik. Tourette, mér langar svolítið að gefa MVP á Tourette. Hann var 8 first plots. frábær. Hver far 8 Já. first plots í leik? Það er spurning. Ég myndi segja, þú veist, algjörlega, ef við vorum að taka af alla leikmann á Sauron, þá var Tourette að standa sér langbest. Já. Hann var flottur, Koppi gerði, í sigurliðinu, sterkur. Já. Mjög impactful. það var bara, já, algjörlega, ég held að hann hafi gert mjög mikið fyrir liðið sitt þarna. Held að við byrjum eftir 4 mínútur ef ég heyrði það rétt. 4 mínútur. Já, við bara, Fannst ég heyra það? já, ok. Já, þá Tíu eru yfir. bara 4 mínútur í næsta leik, split 100% á X-Upsilon í Attacker, af því þetta er þeirra map. Ég myndi allavega þykja ólíklegt að Peaky myndi velja Split. Attacker. Þú velur defense í split. Það er bara þannig. Er Tekur þetta ekki bara, eins og staðinu núna, bara eins mikið defender map Ég og, meina, ég taka bara sama kompin en maður kannski skipt út reynunni fyrir reis eða eitthvað. já, losa sér við Sovana kannski. Já, svo var náttúrulega ekkert. Hún er, myndi örglega segja trust hér í Hvað spila maður í split? Þú spila alltaf Killjoy, þú Já. er með Jettina væntanlega. Killjoy Cypher er svona 50-50, yfirleitt Killjoy er örglega betri. Já, Killjoy er Ég myndi segja það, oftast svona ég hrifnar að Killjoy sko í split, en maður sé Cypher svona inn á milli, en já, Cypher er með góð vonvis Já. á split. getur sé Raze kannski. Já, Erum ekki búin reis, að- já. mjög vinsæl á Já, split. Sage, ef að Sage. það er bara, ef þú spilar ekki split á hans að hafa Sage, þú þarft Svo- að vera með þetta mid-control sko. Astra. Ég myndi halda það. Ef þú ætlar að velja smóker þá er bara ómenna Astra, 1-2 reyla sem kom til greina. Já, Brim nákvæmlega. aldrei valinn og Viper, ég veit ekki hvað sem margir Viper spilarar eru í þessu móti yfir höfuð, sem eru þú veist með postplantið og alltaf á hreinu. Já, Viper, hvort lið var að spila Viper? Nei, ég held nefnilega að það er ekki mikið að Viper meins á landinu. Ekki sem eru bara svona alveg bara En diligent í að læra. Viper, jú, Ascent er alveg Viper maður Já, nefnilega. Viperinn er bara núna, Viper og Astra eru örugglega bara svona sterkustu smókarinn í leiknum. Já. Viper með þetta postplant það er bara fáralegt og þú getur haldið einn. Eins og þú sást, Peaky Turtles voru með Viper í attack helminginu sem við voru að tapa 6-0. Já. Að þeir voru alltaf að tapa retakes. Já. Bara ein Viper hefði ekki Það getur bara algjörlega lokað því. Já. Fær kaupar þess að 15-20 sekundur sem að þeir náðu ekki að í deffa. staðan fyrir þess að reyna. Já, reynan var bara ekki, var í rauninu bara, þannig sé ekkert frábært pikk fyrir þá í þessu leik. Nei, Var ekki að gera þannig sem mikið, kannski áttan bara eitthvað leðilegan leikar. algjörlega, og bara, það er bara málið er að Aron kannski endilega ekkit gegn honum sem leikmann eða neitt þannig, bara reynan er svo ógeðslega, þú þarft alltaf að lenda í réttu scenarióum til að geta make a play
og það er ekkert gefið að þú færði þessi tækifæri Nei, og þá ertu bara karakter það sem er líka rosalega confidence já, karakter. og þú getur ekki hjálpað neinum í liðinu þú ert ekki með neitt utility til að þú veist hjálpa eða assista kill eða neitt þannig þú ert bara með þessi 2 augu og ekkert Sem annað eru, já, Það er eina. 200 gall, já, var 2 augu, akkurat og ekki gott plass. nei, eiginlega bara lélegasta Það flassið í bara leiknum lélegt plass. já, þannig að ég væri í rauninu bara til ég að segja bara dömpa Reyna hún er bara ex-girlfriend núna og það er bara næsti karakter Það er bara Sky. ég held það, bara eitthvað meira Sky Sage. utility based Já, og nota það, fá sér auðvöldari leiðir inn á sites og svo leiðis, þetta er bara ég held það, og ég held við munum örgulega að sjá það ég held að það er ólíklegt að þið pikkir einuna inn í splittið þú vilt vera með eitthvað aðeins meira utility ég based býst við Reis, árantaki Reis, ef hann er duelist Sky, sko. já, ég held að Reis er bara góð Reis er bara góð, sko. frábær í splitt, þú ert með ultið fyrir retake-in þú ert með greinuna fyrir middina eða þú eru að pússa, greinuna fyrir B þú eru að pússa hún er að hægja á báðum sætunum sko. Greinan er bara að gera svo mikið búmbottin, svo mikið info. já, algjörlega, ég bara, Reis, Sage, frábær í þessu mappi Killjoy, við munum sjá hana og síðan er Jett gerði tít á báðum karakterunum Já, og það var bara spurning hvað verður 5. pikkin hjá báðum liðum sko. já. Nei, við býst við að sjá Breach-ina aftur. Já. Mér finnst það líklegt. frá hann þá væntanlega Exosulan Já, því Breach virkar á spleitt. algjörlega, ég er alveg saman þeim mér spyrir bara, En spurning hvort við sjáum Viper frá Piggy þá. það var reynda gekkja sko. Ég hef heyrt einhverstaðar að Blue spili Viper og fáum vonandi að sjá það núna þegar við erum að detta inn í leikinn. já, og þeir eru bara ready, þannig næsti leikur Split sjá núna hverju byrja hvorum megin við Þetta erum með bara- staðfest hérna Eins og við heldum. Piggy Defenders og X-Upsilon með 5 euro þeir ætla að vinna þetta aggressíft Ok, við finnst. Þarna sjáum við Sage-ina. við séum highlighta Viperin, Koppi í Piggy Highlighta Viper. Aron, ekki. Reis, við Ekki erum vera að að pika reynu hérna. herru, Blö, hann ætlar að fara í Sky sínum spil, Já. Það væri gaman að sjá það. myndið þú samt velja mögulega að reyna fram yfir Jet ég veit ekki, Ég þeir myndi ætla að reyna fram fyrir Jet, en mér finnst Reis fram fyrir Jet allt í lagi. það er allt í lagi, ef Já, þú ætlar að spil, rönna ég er alveg sammála því, en þeir þurfa eiginlega akkurat ég held að, Killjoy er bara gott pick Ég elska þetta komp á Já. að byrja defense. ég held að þetta er nefnilega bara mjög solid að picka Killjoy hérna með Viper öðrum megin, Killjoy hinum megin Sage á middina, 3 Sentinels, þannig séð þú veist, góði defenderar Exi eitthvað aðeins að fýblast í okkur. já, þeir ætla það er bara spurning, er að reyna Random þetta. Turret, Jet, Optiv Select your agent. Sage báðum liðum. Sky í staðin fyrir Breachin Astra og Reis þetta er held ég bara gott pick fyrir Exosulan Þeir komnir á double duelist. ég held nefnilega að þetta sé bara gott pick hjá Exosulan út af því að þeir eru að byrja í attacker þeir vita að þeir eru að byrja í attacker Já. og fara þá í miklu aggressívara lið 2 duelistar og flassið En á þegar þú Sky. horfir á liðin, hvað er þetta betra á? Piggy Turtles sem er Já. betra að því þeir eru að byrja í attacker að byrja í hann Defender segi Það er bara Viperinn líka bara stórt pick. já, þetta er sko En þú horfir samt á það og hugsaður Viper er eini sem er með smóka. þetta er það sem er svo vond þegar þú veist hvor megin þú ert að byrja í attacker eða Defender Já. að þú velji bara mest Defender heavy line-up í heimi Já, það er svo erfitt. já, að því þú veist alveg að það er nefnilega verra að þú byrjar í attacker með, eins og í matchmaking ert með þetta line-up sem er bara, þú veist, allt og defensive og þá nærði ekkert momentum og sem tapar bara Já. út af því. Klálega. Við sjáum stilla sig fyrir framann B-ið. There. Leitast líklega eitthvað inn á mitti og við sjáum Heavy A á hérna Placing Piggy sentry. Turtles. Þetta er yfirlega svona nokkuð standard að þeir fara og brjóti vegginn fyrst til að næja þetta info og mér sýnist það sem er alltaf að vera að gera hérna hjá X-Usunum, það er bara að brjóta hana vegg. Já, það er gaman að sjá einhvern annan þessu reysi. Það er eitthvað í gangi á miðunni. Og núna það er Bucketos 1 spilaði Sova á hann, spila núna Seijin. Fær kontakt þarna, spottar 1. Stórt info sem að það er.
heyrir í þeim steppa en þeir eru rauninni bara ekkert að bregða sig. Er þetta mögulega of Þetta er aggressiv? Exi er búin að spila svo hægt síðasta leik, sem sagt, ég get alveg trúið að sjá eitthvað eins hérna. Já, Þú ert með löng rotates á milli sides. já. Í rauninni hefðu þeir bara tekið playið þarna og bara lappað upp. Þeir hefðu fengið Sage-in örugglega. Bara gefins. Bak við vegginn og hann einn við Classic. Þeir eru bara að taka sér rúlega. Já. Þeir eru súur bara haldinu í shift. Boombottar fyrir Heaven. Þetta er rauninni bara fake mid. Alltaf láta eins og þetta sé B-Heaven eru sem með 3 í A-main. Síðan hleypa það bara inn í vent, finnst mér líklegt. Eða hvað? Doggy hleypur inn á side, sér engan. Oh my. Nær 2 út frá þessu. Þetta var risastórt flass. Er þetta ennþá 2 eftir í main, reyna að keyra út núna, svolítið erfitt, hlaupa beint í hundin. Nær honum við right-klikkinu. One enemy remaining. Æjæjæj, frábær greina hjá Psycho, nærði næja plantið þarna og staðan 1-0 fyrir Piki. Voru ekki Exi reyna að taka út rægt, beitur rotates. Virkaði ekki því miður. Hlaup bara inn í Killjoy. Já, akkurat. Þetta er bara mjög góð byrjun fyrir Piki núna. Frábært defensive lið, fá fyrsta rándið, mjög líklega ránd 2, bara klassikar hjá X-Ypsilon og er í rauninu bara að láta X-Ypsilon svitna strax í byrjun. Fá að sjá 5 mann hlaupa hratt inn í Judge. Dash upp í Heaven, reyna að hlaupa, fara allir í átt að Heaven. Glassa sig inn, fá ekkert info þar. Viti í rauninni ekki neitt ennþá. Stórt fyrir Psycho, koma henni fyrir aftan með Judge inn. Þeir ætla bara að keyra inn í screens. Hann ennþá bara. Leifan út fyrir Judge hennan Psycho, næra honum. Mögulega kannski aðeins lengi að ná þessu killi, en næra honum. Aron, já. Sér það 8-3, tekur hann niður. Nokkuð clean, missa 1 og... Þú rættum að fara að dapa þessu gunfæti. Hann held í raun að hann hefði dáið þarna eftir hvað var þetta 2 eða 3 judge skot, point blank. Þetta er mappið Exi, við þurfum að erum við bæ? Já. X-Ypsilon neitt á betra bæið og líklegir til að vinna þetta ránd. Já, fá að sjá eitthvað execute. En sem það eru aggressív í miðjunni. Þetta er það sem ég vil sjá. Kapsilar með Judge-in. Þetta er frábærlega spilað. Ná einu með viðbót. Þvílík spilamennska hjá Piki. Piki er að make a statement. Þetta er það sem við vildum sjá frá X-Ypsilon og bara Piki er bara algjörlega í andlituna. Hvað gerir þú orðið að brenna? Þetta er alltaf hann orbyggi og reyna fyrir fight for res. Mikill tími eftir nefnilega. Hann veit ekki að báður hafi verið þarna, sant? Já, en hann... Spurning hvort hann fatti það að orba. Nei, hann ætlar ekki að gera það. Hann ætlar bara að fara hringinn. Þeir eru alltaf löngu búin að spotta að hann gæti fara hringinn og... Býður ykkur eftir í hílinu. Já, þeir eru veit ekki hvort hann sé að fara, þú veist, í gegnum sewers, eða hvort hann hafi farið gegnum B og alltaf koma Heaven. Hvað stendur? Já, það er veggur. Þetta var að vestu sem gæti gerst fyrir Jordal. Þvílíkt ránd og Piki. Wow. Þetta var alvöru. Double satchel, beint með andlitið á þeim, með Judge. Hinir komnir bara strax í backupi til að refragga. Þetta er það sem Exi þarf, sko. Þetta er bara algjörlega. Keira í svona play. Algjörlega. Þetta er bara confidence, sko. Það er einhver þarna hjá Piki sem er bara alvöru hreðjar. Já. Kólar þetta bara. Gerum þetta. Já. Bæround, við erum ekki með frábæru vopn, við þurfum að gera eitthvað stórt og það er bara nákvæmlega sem hann gerir. Það vantar eitthvað svona í Exi, eitthvað spark í rassinn. Þetta X-Ypsilon er ekkert síður í spilarar. Það er bara svona mentality, þú veist. Smá mental og þá bara var þetta allt annað. Svo Psycho einhvern veginn alltaf á réttum stað. Fá kontakt, heyra alla í 2 vopnum hann að vita að það eru margir í B-main. Lappa núna tilbaka.
Þeir eru 4 í 8 bínu frá Piki og Bökkatos og Óna Vegnum var eitthvað svona að reyna að flytta í eitthvað. Fær kontakt, fær info. Aft slóður á. Hann veit að 2 miðunni. Byrja sælenda gegnum Súers núna, ætla að færa sig yfir á æð. Ég hugsa það að þegar rándið er búin að vera svona hljóðlátt, ég held að byrja að gruna það að þeir gæti verið að labba í átt á æðinu. Eru samt 30 ekkert að róta seconds þetta hjá Piki, bara 2 á æðinu, Killjoy og Sky. Blöð með gott flassana, ætlar að píka út með því. Nei, nær því ekki. Gera það núna. Nær 2. One enemy remaining. Þetta er frábærlega að spila hjá Blöð. Flassar aftur, nær 3 þarna í chokepointinu, bombar fallinn. Og ekki nema 6 sekund. Psycho hann er góðan leik. Hann er að stæla á. Hann er algjörlega að taka hlutverkið sem duelist mjög alvarlega. Líka svolítið vinsælt að pikka bara raise jet og vera með jet. Já. Þarna events og heaven og... Við erum ennþá með jetsin úr roundið 2. Það er pirrandi að spila með þessu. Já, það er... En núna er bara spurning hvað ætlar að gera með... Þetta var eitthvað Sussel. Hvernig ætlar að hann fæði sér vappa núna? Túrið ætlar bara að ná pikkinu, ná þeim... Þetta er... Ég fíla þetta play af því þetta getur komið þér á over, þetta getur virkað einu sinni tvisvar. Búast ekki við vappanum frá Exusalon og vonandi ná þeir pikki hérna. Það er planið allavega. Láta Túrið labba undan til að píka. Hvað info... Vita einum í screens núna. Smóka hann ætlar bara að fara í glassi aftur. Gutterino komið upp í heaven nær hjónum og Túrið með 1. 2 fallnir á æðinu og það er bara... Þetta er frítt sæt. Algjörlega. Það er Psycho. Er það Satchel enn á sæti? Hann 100%. Ef hann gera það ekki, þá verður ég fyrir vonbröðum. Þetta er eitthvað Þetta kemur högstardæmi hérna sko. Þetta var Hail Mary sem að gekk ekki í þetta skeitið. Það er bara, Kobbi voru bara að spara. Einn eftir í vacuum og Vita henni vinstra megin. Nær einum. Svolítið erfitt angulan að baka bóksið, þú sérð ekki nógu vel. Grasi svona eiginlega fellur inn í höfuðið. En þetta er ná rándinu. Exi, komur á borði. 4-1. Þurfa í rauninni að fá þetta ránd til að svona... En ég var að fíla þetta, svarta reisinn, Satchel upp í heaven. Já. Þetta er confidence sem við þetta, þurfa. þetta var bara frábært. Þetta er bara nákvæmlega... Taka svona ránd, þetta er eftir að skila þeim vel, Við, sérstaklega að akkurat, við erum búin að vera að kalla eftir þessu núna og loksins þegar ég gera þetta að bara koma rándið. Keep up. Og núna er bæðilega á bæ og Exi með 4 ult á móti 3. Túrið núna heldur bara angul á bínu. En sér leið og þeir koma í byssur þá fara þeir mjög hægt. Algjörlega. Psycho með vappa, nær einum. Spike Stór down pikk mid. líka, tekur út smókerinn þeirra. Túrið heldur angul núna, Psycho mögulega veit ekki af því. Þeir ætla að leita eftir rassinu hérna líklegast. Hvort hann sé nálægt í... Nei, hann er með það. You will not kill my ally. Hann últar næstum því. Spike down mid. Greiði kittur Í vel. rauninni bara 1-1 trade þarna. Sérðu lurkið hjá Gunther? Hann er bara komin í heaven með 2 vel spilað. Vita Hann veit ekki ekki að blöð af kannski. blöð á Jú. sæt. Hawk out. Last player Vel standing. spilað. Brelli nær honum akkurat þarna með flassið í hendinni og fellur. Núna er þetta bara 4v1. Spike planted. Er ekki bara staðan? Gott lurk hjá Gunther í. Já, Ég lappa tók eins fyrst og upp í ekki heaven, eftir því, sko. nær 2. Hann hefur lappað bara gegnum einn, enginn að horfa eða hvað. Tekur operator og byrjar að hlaupa. Þeir veit að hann og þeir fara elda. Gunterino að fara að mæta honum hérna. Kobbi reynir að kvikskópa. Riskort rándið Gunther inn á. Klárlega vinnur rándið. Algjörlega, vinnur rándið með því að lurka þarna og nær operatorinu sem er að reyna að halda. Mögulega þá að tryggja
næsta round líka. Já, Engin sendir- vopnvæntalega hjá Já, sendi Piki bara vint í spar. algjörlega. Þeir ætla að kaupa. Þeir eru með nóg fyrir Judge. Þeir ætla að fara í forspæ hérna á Ég er móti. ekki ímyndum mér að sé mikið utility það Nei, alls ekki. Þú ert með Spectre, Judge og 3 rifla. frá Reflate og Lightarmore. Já. Þetta er svona djarft call að fara í þetta. Þegar þið tapa þessu þá eru þeir á... Já, þú serð að Killjoy er ekki með utility sko. Sett einn alarmbot í vöndi. Double satchelar í heaven. Turret down. I've got your trail. Kemur Skyultið núna. Þetta lúkka bara 5 á 5 á A hérna. Fire in the hole. Finna einn í vents. Rocket Yfir það. nær honum ekki. Finish. Brelli. Stara hvað Blöð annan. risastór nært finna. Í rauninni bara óheppin að Blöð hafi verið á undan út úr klassinu. 3 á 3. Found one. Hawk out. Blinded. Vel gert hjá Blöð með 3 hérna. Double Fer í satchel. hundin. Enemy remaining. Ná þessu í retake. Blöð er búin að vera risastór í að halda þessu að. Þessi popless hjá honum eru algjörlega að skila sér. Þetta er skæðin sem við vildum sjá í Já. síðasta mappi. Blasphemous. Að gera sig. Gekkja. Þannig að þetta forspæ hjá Virkaði. hjá Piki skilaði sér. Reyði Koppi fara ekkert action af bénu. Nei. Sæði fara aftur einhvern veginn. Þetta er að taka miðinu núna, inn á B. Staðan samt 5-2. Þetta er leiðileg staða til að vera í sem attacker. Þú byrjar svona hálf illa fyrir Exosalon. Þú ert með byssur og þarft ekki nema eitt vinni til að eyðileggja peninginn hjá anstæðinum. Þetta er alveg... En þið þurfa að vinna þetta round. Þetta er, já, mikilvægt round núna fyrir Exosalon. Veit af einum. Sjá Koppi fellur á bínu. Og núna er miðjan... Right there. Þetta er erfitt fyrir Piki. Flott skot. Flott skot. Næsti því með 2 þarna, það er svo seitt kannski. Seijin á operator, sem ég finnst það mjög... Fella Psycho. Já. Erum við... Nær Sage. Þetta er að fara að vera retake með operator. Hann stoppaði blandi. Spike planted. Blöð fellur hérna í heaven. 4v2. Aron reynir að keyra hérna upp. Lendir bara beint í flassinu. Alveg stauraðir. Last player standing. Ressar. Nota res. Þetta Er þetta fyrir pick? economy líklegast res en Svo ég er ekki fan á economy res. ekki í þessari stöðu. Þetta er nefnilega örugglega ekki að fara að skila sér eins vel og þeir hefðu haldið. Þú veist, þú ert að henda í leiknum. Þú ert með sterkt ult sem getur unni ránd og Já, þú notar það til að spara 3 skall. það er Ég er spurning. ekki aðdándið að þessu play, en Nei, ég persónulega myndi heldur ekki ráðleggja þetta, en síðan er bara spurning hvernig næsta round spilast. já, kannski var þetta eitthvað peningin til að ná bæi núna. Við þurfum eiginlega bara að sjá að hérna peningastöðuna hjá Piki. Piki. Þú veist, sérði, þeir Þetta er eiginlega ekki þess virði, en núna neyðast þeir eiginlega bara til að forsa. Já. Það þurfum með 2 vopn og geta droppað einni neyðast til að forsa og Þetta er erfitt og Þetta er- erfitt ránd að vinna. þetta er stór hættulegt round fyrir Piki af því ef þeir tapa þessu roundi þá er allt bara líklegt að þetta lendi í 5-5. Já, bara mjög líklegt. Þeir eru að, eða hvað, reyna double satchel að Psycho með flassi. Gengur því miður ekki upp. Ekki í þetta skiptiði. Þeir eru greinilega að byrja aðeins að svona að lesa aggressive play-in. Sér það, Koppi er að reyna lörkin á bjöð. Kittofer Finnur Kittofer. nær. Og þetta þýðir að bjöð er bara galopið
eins og Og aðeins líka þendar. Concealment. Blocking vision. Getur fyrir nær pikkinu á Koppa og fer núna út, smókar sætin og komin með B, frítt. One enemy remaining. Þetta er í rauninu bara nákvæmlega sem við höfum áhyggjur af. Þetta ránd fellur, síðan allt í einu ertu komin í 5-5 planted. í Lítur út fyrir enda þannig. Blinded. Þannig að Blöðin að vera eitthvað einhver hetja. Nei, Já. Við vitum alveg hvernig Split getur verið. Split er bara þannig mappa að ef þú ert ekki að fara varlega 5 ránd er bara góður terhelmingur. Eða þú veist, attacker helmingur. já. Það er auðvelt að Þú veist, maður hefur alveg séð leiki bara það sem að liður ná bara 12 rándum í lockdown á Defender bara því Split getur verið þannig. Það er auðvelt dett í svona domino-effekt þegar þú ert á að takk bara þú átt enga pening, Já. það er erfitt að koma aftur. Þetta er svo þröngt mapp. Já, þetta er það nefnilega. Sjá, það stilla sér allir 5 fyrir framan A. Ætla að reyna eitthvað. Fara hana, hundurinn hleypur beint út megin, sér engan. Ná fyrsta pikkinu á Aron í Ramp Heaven. Það er þetta bara að gera út. Gunterino. Óheppinn þarna. Munar í rauninu bara sekundubróti að hann ná honum áður en hann er Það stönnaður. er Blöðhetjan sem er þurfa. Spike down A. Psycho og Bucket. One enemy remaining. Ná þessu. Herru, hér snúið sér við. Sett samt eitt spurningamerki við hvernig þetta ránd spilast út. Voru þeir ekki of lengi út úr megin? Þetta var eitthvað skrítið. Voru þeir ekki Hann lappaði einn inn á sær. tekinn af Tekinn gaur af sem Blöð. er í rauninni ennþá í hundunum? Var stönnaður enda rót. En þeir Það er kom- ekkert follow. Það var ekkert follow-up. Ég held nefnilega að Og þeir hefðu tapa íkvi. Já, það er nefnilega, þetta er aðteklisvægt að þetta ránd spilaðist út. En 6-4, þannig að þeir eru í rauninni bara að sleppa nokkuð vel píki hérna núna. Þú vilt fá 8 round til á defense. Algjörlega, Bucketos með fyrsta píkjan á Brella. Vel gert þarna. You will not kill my Notar ally. Eiga ressið. Góð neita. Íti Bucketos alveg í spáni sitt. Flassa þarna upp, heyri ekki neinu Gunterino komið nálagt núna. Vita ekki af Bucketos þarna close. Þeir eru komin 2 inn í B-heaven. Já, búinn að hýla hann Bucketos hana og hann er bak í kassan, Flassa aftur, ná honum alveg stauraðir með 1 kill. Herðu, falla þarna núna, það er bara orðið 3v3. Kittoff er búinn að opna B-ið. Bíð í rauninu opið, það er bara Blöð eftir hérna til að geta gert eitthvað og hann er ekki að stoppa plantið, ekki út af þessu. Risa stórt flank. Psycho kemur hann fyrir aftan, er með ultið og 2 satchel. Getur gert eitthvað stórt hérna. Enemy remaining. Blöð fyrir bara í eitthvað Spike down B. algjört play þarna, 30 hleypur seconds út til að stoppa plantið. Þú er rétt með hnífana neðist til að nota á. Fake plantið. Fake plant. Eftir hverju er hann að bíða, er hann bara hoppar yfir það. Þetta gerðist, tekur eiginlega ekkert damage á þessu, tekur vopnið. Ó, erfitt. Ég hætti verið aldrei virkað fyrir mig. Það er bara, ef ég er í sama postnúmeri og þessi raketa, þá er ég bara dáinn, sko. Já. Hver er við fara? Can I get a drop? Placing sentry. Aðtekið aftur. Það hefur verið að virka fyrir Exi svolítið. Fara hann á aðeð. Þóttir reyndar voru að tapa ígóið móti. Já. Þetta sé bara gallhart A-rush. Bara hlaupa. Blöð er samt búinn að vera rosalega sterkur að hann. Það hlaupa alltaf Hann er eiginlega bara búinn að vera með judge-in 50% að leik. Sæká komur að stilla sér upp með Jetson. I've got your trail. You are divided. Ulta með Sky. Astra ulti komið líka til að skjóta sætir í tvent núna. Bomb buddy. Ná Blöð. Sækó vill action hérna. Þeir raunir bara alveg opið núna og Blöð. bara Psycho hérna í hefi núna. Hinn er að koma, rotatið. Bara 3 í screens. Enginn fyrir rampkontról. Já, Sækó situr í heaven með Jetson. Fyndin stelling hjá Túrið, hann er eiginlega bara akkurat í einhvern svona skoti þarna.
One enemy remaining. Gunterino og Turek náða þarna 3 saman. Þeir setja sig vel upp á sætinu. Já. Helviti djarft execute þarna að hlaupa bara svona út inn í þetta. Og 7-5 hálfleikur. Aftur Exi. helviti close leikur. Langar bara að segja, fengu öllu rándarsin inn á aðeinu. Já. Voru ekkert mikið að snerta biði. Nei. Kannski Eiginlega bara hvort það hafi verið Nótt. 1 eða 2 frí plöntana sem þeir fengu. En annars var frekar successful. Þau fóru held ég aldrei í gegnum heaven. Þú tókst eftir, aldrei í gegnum vendin. reyndu það, en Já, Bucket er svo svolítið sterkur að Já. halda því. þannig að þetta var eiginlega bara alltaf í gegnum meinin. Já. Ella sé maður alveg mikið verið að reyna að abjúsa það að komast í gegnum mid-B-heaven eða eitthvað svona. Það fóru aldrei þær í gegn. Já. 7-5, Nákvæmlega. frábær helmingur fyrir bara Exo. Sjáum, Piki Turtles ætla að byrja að henni og það er Kiltofer sem setur einn Here. inn og hann ætlar að taka á mótið þeim öllum. Viper búinn að setja upp. Þetta finnst mér samt ógeðslega athyglisvert að skilja eftir einn á A-inu. Já. Þeir eru bara treystuð á það að hann nái að stóla nógu lengi. Hann fer í smókin frekar heldur en vacuum. Hann er bara fastur á mótið öllum. Þetta er nær einum. Reynir að hlaupa Lífinu með- inn í olbúan. Hann fer bara í plantið. 2-3 í heaven núna, einn ennþá í elbow, hann er ennþá á lífi. Það er grápið að liða sér Þeir ætla ekki að reynsa hann, þeir ætla bara að leifa hann að vera þarna. Fær heal núna, 4v3. Þeir eru enn. Kitty er ennþá á lífi, bara Player standing. frábælega að spila hjá Kitta. Hann á bara að halda sér á lífi allt randið. Bara mistöka, bara reynsa hann ekki. Losi ykkur við Hoppi hann. píka þetta með hnífin uppi, sko. Mikilvægt ránd, en Gott ránd fyrir Exi. ég var byrjun á rándinu hafði miklar yfirsendur að spila pistol ránd með einn inn á A-inu, Já. engan í heaven. Engan í heaven. Nei. og sen er Kitty bara einhver angur dauðan sem því Þeir sáu engan inn á sætinu, löppu bara inn. Nei, þetta var bara í rauninni frábærlega fyrir Kitty og líka bara að fá að komast upp með þetta er bara frábært. Gott fyrir Exi, mikilvægt ránd. Sjáum nokkra serifs Scout destroyed. og þeir ætla að taka þetta hægt. Þessi lið elskar að taka sér yfir íkorans hægt. Já, En náðu þeir þetta pikið út frá því, sko, kannski Já, hægt að kvarta. Bomb buddy out. skil ekki alveg hver hann náði honum. Var hann on á... Hann er eitthvað í bóksinu þarna. Já, það er 1-1, 3 B-megin, 1 er að maður hann koppi og skemmtilegt crossfire sem að tjóðsálunum með þarna á B. Skilur bara jettin eftir no contact og er síðan að nota skæin fyrir kontaktið. Psycho reynar fyrir að pikja hana. Nær honum, frábært skot hjá Psycho. Nafni mjög við þetta akkur núna, fer bara í þetta pikk. Új. Þeir ætla að keyra núna upp middina, Piki Turtles, lasta sig upp í heaven, fá ekkert kontakt þar. En Kiltofer heyrir þetta allt. Já, hlaupi í vendin, hann heyrir þetta. Kiltofer núna, það er bara að ákveða hvort hann 30 vilji seconds bíða left. eða reyna að stoppa plantið, hann ákveður að bíða. Ætlaði að halda. Hljóta að reyna planted. þetta. Já, þú veist hann er með 40 líf, hann Kiltofer, Jet full HP. Þú reynir þetta alltaf, eða ekki? Jú. Ég ætla að halda Spectres. Og Ghost, það er frábært play hjá Blöða. Hann lappar bara frítt eiginlega, heyrir hann skjóta, lappar í gegn, nær honum. That's three. Og rúnar Kiltofer með 40 líf á móti 3. Já, nú móti halda. Já, Eða hvað? nær einum. I'm out of astral stars. Já, já. Flott round hjá Psycho þarna. Þetta er risastóra kill þarna inn á Jénu. Fylgt skot. En Exi tapar eftir að vinna pistol. Það er... þetta er ákveðið högg. Nú lenda þeir í hvað móti Spectres og Rifflum. Algjörlega. Þetta bara spilaðist bara mjög vel út fyrir Piki Turtles.
Ég held að þetta verði eitthvað rosalega klús leikur hjá okkur Leon. Já, það held ég líka og þetta virðist einhvern veginn svona miðvikuna þetta er að spila svo út. Það er þetta svona, það er Peaky Turtles bara svolítið svona fíla confidence þeirra. Já. Þeir eru bara Þeir eru bara að spila betur. Þeir eru að spila bara, já, algjörlega. Sjá, Þeir eru alltaf bara að fara í sama play. Með klassik. þeir kíkt í leikbókina hjá Peaky Turtles. Það virkaði að vera það að þetta lítur að virka fyrir okkur. Þegar Kiddo verið komin í Terror Spawn. Já, Attacker Spawn segi ég. En Sér Kobbi sér hann, glitta í eða barralið. Hleypi tilbaka, fara núna allir í B-main og í rauninni bara brelli hérna til að taka mótið þeim. Last player standing. Hittir ekki Gengur ekki. og Kidda fer aftur. Einn hérna, Einn með klassík og lætarmar. lætar. Spike planted. Kaupir maður lætarumar með klassik. Athyglisvert, en Það er aðteklisvært, já. Það er bara hlaupinn. hann er hérna bara ón á kassanum, býður eftir honum Kidda fer og næra headshot hann en ekki nóg. Spectre er ekki frábær í þessu. 9-6 9-6. og núna verður Exi að vinna. Þetta fáið fyrsta timeout Já. sem við séð. Ánægði með þetta. Þetta er gott. Þetta þurfti að gerast. Bara að segja, herri, Kæla þá, komið plan, ræða hvað er að fara úrskeiðis. tegu sér og svona. Algjörlega. Þetta er bara, og mögulega bara nýtt Exi-söluna sem kemur. Ég meina þetta er upp á efsta sæti á listan. Algjörlega. Þeir hafa ekki efni á að tapa þessi leik. Annars fáum við kannski bara rematch. Já. Bráðlega. Það geti nefnilega alveg gest, sko. Það væri gaman. Já. Þetta er nefnilega alveg bara hörku leikir og ekki mikið sem munar á milli þess að liða. Alls ekki. Alls ekki. Samt að sjá Exit þetta aftur úr í split á móti, þú veist, pöggliði. Já. Já, það er búið að vera mikið pressa finnst mér nefnilega á Exi að koma. Mikið meðbyr, fólk er búið að vera bara að tala mikið um þá. Besta liðið er maður búin að vera að heyra. Það er sem að svona... Sýta er efstir. Akkurat, Sýta er efstir og síðan er bara að Peaky algjörlega bara með á hælunum núna. Þetta er að flotta við hann lista. Já. Fá sér pögglið bara. Koma að sína hverjir eiga heima á topnum. Algjörlega. Og við erum að sjá bara marga frábæra spilar stíga upp í þessu móti. Já. Tourette reyndar ekki... Jafnflottir þessi leik og hann var í hinum. Hann er ekki alveg að ná að koma sér fyrir en mögulega En núna. Blöð algjör MVP þessu leik. Eins og er. Tourette líka hérna komið að vappa núna. Vonandi. Hann er svona að reyna aðeins að hægja á Peaky hérna. Já. Búin að setja 2 miðina og 2 inn á A. Og skilja skæina eftir einn á B. Þeir lappa hana 3 inn á aðeinu. Tourette með fyrsta kill. Kidda fyrir einu að hægja þeim þarna með stjörnunni. Það er 2 A. Þeir ætla bara að rölda hérna inn á B-ið, sýnist mér. Brelli tilbúin að taka á móti þeim. Tekur hnífinn, fær info, flassar. Vita allavega 1 eða 2 þar. Þetta er gott. Þetta er gott í brella. Þeir eru með allt coverað eins og það er. Já. Og Peaky Turtles eru bara svolítið ringlaðir. Vita ekkert hvert þeir eru að fara, komast í gengur ekkert hjá þeim. Gunterino í svona make it or break it position, eins og maður segir. Það er bara vonandi klýraðir ekki þetta hot. Þetta verður erfitt að execute á aðeinu. I've got your trail. Gera hann á ulta, hann koma ultiðin út, 2 ulti, race ulti og sky ulti. Hann eldir bara, það er þetta bara beint í andlitið, hann Brelli. Það komir 4 inn, ná planti. 10 Vel seconds gert hjá left. Peaky. 8 sekundur eftir, execute, ná plantinu og sætinu. Spurning, Exusulun þarf að ná einhverju bara geggjuðu ríteki hérna, með engin flush í rítekinu, skæði fallin hjá þeim. Henda í Astra ulti, þetta er í rauninni bara mikilvægt, en núna Sky með flassi. Mjög sterk hérna. Og gæti bara náð þeim. Þetta er með gott trade. Þetta er nefnilega... Það er
Algjör keðja síðan að ná samt Kittofer kemur út stór. Nær Með dreifir í þrjá. rítikinu og ná mikilvægt ránd fyrir Exodus War. Það gleymir samt hvað flassið hjá bara Sky er gott gegnum þessum vegg. Þú heyrir ekki fuglinn Geggjað. koma, hann klýrar akkurat hotni, poppar leið, það er ekki séns að snúa þig við. Erfitt að spila með hennar vegg samt. Þú Þetta er- heyrir ekki neitt. Ég veit það, það er Það er nefnilega svo málið. Þetta getur verið svona two-edged sword, fattur Þú Já. veist ekki hvort þetta er að fara að henda þér eða Sást að ekki. þeir voru svolítið týndir ráttar hennar vegg. Já, akkurat. Og núna, Turret með vappan ennþá, eitt klassík, ekki búið að droppa á Jordalana. Þeir eru bæði lið á, þú veist, liðið sem tapar þessu er að fara að spar. Já. Rauninni Exodus verður að vinna þetta round og þá mögulega koma sér nær 9-9 og það er það sem þeir vilja vera. Ég var að fara að segja, ég fýlar hann stað, vera smá kokki, smá Já, konfident. algjör, þetta er bara Taka offangul og svo Þetta- hoppar hann niður. Þetta er geggi posa og algjör óþarf að droppa niður af því núna líka heyra þér í honum. Hann notaði downdraftið. Já. Hann leiði niður, hann held inni space og þá vitaði þér á honum. Þetta er samt mjög sterk staða fyrir Turret til að vera í. Að vera hann að vera Þetta er aftan. svolítið áhugaverst hjá þeim, þeir poppa kildu með 3. Það er samt eftir hvað þeir eru lengi að fara út. Ég fyrir að spila þetta eins og þetta sé fake. Já, Og ætla síðan bara á kontakt út, en Turret er þarna, nær einum, Nær á. Flassi kemur út, maður ekki törna. Stauraður, er refsaði fyrir þetta. Spike planted. Satchel up. Eitt heaven. Hann er að fara að píkja þetta. Dingaði þarna, alveg bara á timing. Fær rúmfulla beint í andliti, það er ekki að fylgjast með. Koppi með gott flank hérna. En spurning, hefur hann Kobbi. tíma? Last player standing. Vont plant fyrir hann hefur ekki tíma fyrir þetta. Þeir vita líka á honum. Í rauninni, Skemmtilegt strætt samt að vera með 2A3 á bíðinu, Já. feikið í rauninni. akkurat, þá eru þeir bara með hann Turret inn á sætinu. Drepa hann, sæti komið. Turret, velgerðast jóðanum að bíða. Já, Beið rosalega lengi, gekk fyrir sig. já. Þetta er 9-8 núna. 9-8 eru komnir í og Og þeir allir kaupa. píki á leiðin í eitthvað, Spectre, eitthvað Mix by Psycho á low fyrir Judgein. þeir eru eitthvað, já, fara í eitthvað Þetta er eitthvað svona low buy bara. Samt tæpir á pening, sko. Já, Eitthvað ætla, hann ætla bara að double challenge, skilst mér. já, Reynir að fara bara beint upp í Ó. heaven. Núna verður tíminn. Spurning núna, hann þarf að ákveða hvorum megin hann vill fara. Hann veit í rauninni ekkert ennþá hvorum megin Skyin er. Heldur hann sig hægra megin eftir hundinn. Þurfa að fá einhvern upp í heaven. Þeir bíða svo lengi. Gott info. Með þarna, Gott info, vita núna að það er ykkur í megin, en það er enginn að róteta í samræmi með það. Þeir er samt enda með 2 á middinni. Já. Þurfa, Reysin hefði alveg getið verið búin að Vill ekki hreyfa sig. Pulling them in. nær honum inn á sætinu. Frábært entry frá Psycho hérna. Og fá plantið. Pressar og skrýns. Já, mér líður, Svo haldið og sér Viper komið line-upi. Þetta er erfitt round að tapa. já, þetta er spurning hvernig Exi ætla að tanna á þessi hérna. Þeir eru við operator á retake, vona eitthvað píki, vola er hérna á screens. Einn undir, Undir ég veit ekki hvað það sá hann. nátt feimur samt, frekar án þess að lappa í rauninu að committa. One enemy remaining. Viper eftir, Og búinn að kasta mólunum. þetta er rosalega fyrir þá. Hann ætla bara að reyna að drepa sem flesta. Og núna deyr Turret líka. Viperinn. Finnst þér æð einn inn á sæt, drepinn og það er ekki tekið auka skot frá einum til support þegar það er búið að spotta nokkru sinnum info á aðeinu með fuglingum. Já, hann setur bara einn. Hann var í heaven. Já, en ég er bara að pæla, þú veist, á ekki Reysin að vera búin að róta þetta heaven Jú, gæinn þeir kominn héldu tveim á nær miðju. choke. Jú, jú. Þú veit, ég hefði alltaf haldið með info sem að þið voru með til staðar Þú að, ert með einn event. já, akkur er hann í ventinu þegar þú ert með Sagein að horfa á brotnaveginn. Nákvæmlega. Þú veist, mér líður eins og rotation sé svolítið svona það sem er svolítið ekki að fungera. Þeir eru hræddir. Já. Hræddir að gera mistök, held ég. Það er nefnilega það. Þetta er svona,
best lýst þess að einhver sagði við mig daginn, þetta er svona eins og starfslýsing, þú spilar vent og séðan bara eru þeir bara, nei ég spila bara vent. Já. Þeir eru ekkert að reakta við það sem að Piki að gera. Þarft ekki að vera með 2 alltaf á miðunni eða þú ert með information annar staðar sko. Já, ég er alveg samanlega, þú veist, þú myndir vita að þeir væri mid at that point. 30 sekundur eftir rándinu og eitthvað hannig og þeir eru ekkert info á mid, þá ertu bara farin sko. Já. Þetta lítur vel út fyrir Exi að vera með 3 á B og Tourette í sinni stöðu. Þetta verður sprenging. I've got your trail. Ulti kemur hérna út, execute, flott flass þarna, reynir að hægja á þeim, nær algjörlega bara loka á Psycho þarna. Erfitt fyrir Búlu hefur ekki til að fara. Flott. Til neðst Bara- bara burtu við bara Tourette vel. nær honum í 30 seconds bakið. left. Vel spila ekki Exi. Þetta flassja brella, lokar á Psycho. Ef Tourette náði að snúa sér frá þessu flassi. Sást líka að Psycho var komin svo framalega. Hann var búinn að double satchela, fær flassi í Alveg andlitið stauraður, og næri ekki neinum. Þú veist, þannig að þetta var bara fullkomið, bara support flass hjá honum brella. Og Kitto með 10 fríasta. seconds left. Ó, tiklar hann hana. One Hann fyrir enemy að samt í remaining. plantið. Spike down A. Aron? Ekki alveg. Hann var aldrei að fara að fá það. Nei. Eitthvað, ég held að hann var skotin kannski frá hefðinni. Nei, ég veit ekki hvað. Já, ég held að, já, plantið var ekki alveg rétt að playa þarna, en ertu samt búinn að taka eftir þetta? Þetta er búinn að close leikur. 1 round hér, 1 round fyrir hinn, 2 round, 1 round, 2 round. Allavega frá því bara, Við höfum ekki séð Kobba nota Viper. nei, reynda rétt. Hann er ekkert búinn Það var að... aldrei notað á defense til að loka. Nei. Það var okkur. Það var ekkert Ætli X-takkið sé unbændaður. Nei, ég veit þið. Ekki búin að sjá neitt Viper og 20 fá að sjá þennan. Já, Viper alltaf stert á bíðinu. spurning hvort það hafi bara ekki verið tækifæri til að nota það, eða hvort hann hafi verið bara svona, Ég meina þú getur tími ekki alltaf hér. notað það til að loka eins og þetta Já, defense. Það var bara ég loka fyrir alveg samla miðjuna. því að það kom aldrei út í defense og Já. í svona tætt leik það hefði maður haldið að einhver tíma verið tilefni til. Þetta er svo stert út nefnilega. Já, getur loka myndinni alveg, Já. útiloka hana bara. Spottar Sage á mitt með bombuna. Einn á mitt með bombu. Þeir eru búin að lappa frítt inn á sæti og spurning hvort að vel spilað, blöki emur þarna bara. Þvílíkt. Þarna kemur Viper ulti, hann hefur heyrt í okkur. Og svona play eru bara hægt að því þú ert ekki að píka. Hún kíkir ekki í meini, þú eru ekki að kíkja og þá lappa þér bara frítt svona fram hjá honum. Lassar þetta inn í. Mikilvægt retake núna fyrir Exi. Þeir eru verða að ná einhver hérna. Jordalstampur með fragginn á Bucketos. Kobbi. Nær honum, Kobbi. Flott skot. Þetta er Kobba round. Hann er í mjög góðri. Já. Það er þetta bara gefins. Lendir í fangin á honum með hnífin uppi. Nær næsta. Kobbi með allt á hreinu. Vá. Hendur ult í henni þarna og það var bara á eins mikilvægum tíma á hægt er. Gott round fyrir Piki. Exi neittir í bæ í rauninni. Já, algjörlega. Þeir bara verða að kaupa. Þeir get ekki gefið þeim 12. rondi. Það er alltaf hættilegt að henda þessu matchpoint núna, sko. Þannig þeir verða bara að gambla á þetta round og vonandi vinna. Þeir eru að horfa á A. Þetta Viper-wallin, A main. Og fara aftur í... Þeir eru með eitthvað Viper line-up sérna á A-inu og ná plantinu. Það var Já. svo erfitt fyrir Exi. grunar að... Ég er ekki raunin að átta mig á hvað planið í Exi er. Við erum með reisa á myndin líklegast bara til að feika eitthvað. En horfðu á Tourette B og segir að hann er að skilja eftir allt. Hann var í rauninni refsaðinu fyrir þetta, nákvæmlega þetta áðan og hann er að gera sama aftur. Bara heppinn að hann sé... Þeir sé bara aðeins þennan. Klíra allir 5 reis út í... Það er hann að reisa út í nánun Nær ekki ekki. Kittofer. Í rauninni nær ekki klíra hotnið með rocketinni. Kittofer fellur í elbow.
Hérna verður þetta erfitt fyrir Axi. Spike planted. Ef Viperinn nær að koma sér, já. Já. Þetta hann komin í heaven fyrir Bara aftan fram. þá nær öðru killi næstu í. Já, Blöð rænir honum hana en góð posa. Núna er Jett fastur í heaven, þarf að losa sig við Koppa fyrst áður en hann heldur Gefur áfram. possa sitt frá sér. Með því að reloada það. Já, Sem þeir eru 3 í olbúa, 1 undir heaven. er ekki bara, kjörið ekki bara að sefa hér. Þau eru núna verða bara að Match point. reyna að fara í OT. Það er ekkert annað sem Exi getur gert hérna. Eins og staðan núna er Peak Turtles að fara að taka toppspottið. Lassar þetta, en Peak er ekki með því. Eitt round sem skilur það frá Match toppspottinu point. Já, á listanum eins og er. og Exi slæmt kaup. þetta er brött brekka fyrir Exi. Og alveg spurning hvað er hægt að gera hérna. Núna eru þeir allir að læna sig hérna upp hjá Piki fyrir utan æð og spurning hvort þeir ætla að gera bara hratt execute. Loka þessi leik með stæl. Ég veit ekki við hverju ég bjóst. Þeir settu þeir settu svo túrætt á aðeð í Flower. Góður smókur, Viper smókurinn fyrir Olboa. Hann Trúa getur ekki hann er Hann að reyna væpíkar þetta bara. hann er að reyna að covera túrættana en þeir vita af honum. Getur við nær einum, mikilvægt kill, túrætt, fellur eitt líka. Túrætt þarf að vera stóri einn aftur. 4. Spike down A. 1 on 3 núna, hann er einn undir með rest samt en er eitthvað hægt að gera hér? Bakkið að setja. Nei, erfitt. Ég held að það sé fullar að þetta var ekki hægt. 12-10. Frábært, þetta var bara mikilvægt ránd. Það er ennþá slagur í þeim. Spurning hvernig economy núna er hjá Piki, hvað þeir eiga mikið peningi? Þeir eiga lefni á, einu kaupi líklegast? Jú, alveg. Einu fullu kaupi og séðan líklegast einhverju lóbæi. Eða hvort þeir þurfa að lóbæi núna? Það væri gaman að sjá það. Já, þeir eiga að hafa efnið þessi kaupi og fara síðan í lóbæi þá í næsta, eða þú veist, forspæ í rauninni, þú veist, það hafa bara ekkert frábæran armor, sko. Að stilla sér B-megin. Áhugaverð possa sem Brill er í. Hann ætlar að gera eitthvað aggressiv, væntanlega býða bara eftir einhver steppi, pík og svinga. Fyrir hundinn. Hundinn. Það veit núna að það er allavega eitt þarna. Þeir brutu ekki vegginn í miðunni þannig að þeir skilja bara miðjuna Henda í eftir og eru 4 að taka á móti þeim. Spurning hvort þær eru með reysulti líka til að fylgja. Engum í flassinu. Annar flass, engin hérna. Eru ógeðslega lengi út, líklegast út af Brelli tekur á sage-slóinu. móti þeim hérna. Brelli búinn með flassi sín. Það eru Astraveggur komin út. Þetta Exi er núna er að 2v4 og taka Exi hann ætla ekki Nota ressið. að tapa svona auðvitað. Eiga flassi gegnum vegginn. Hvort þeir notið það hérna á Jördul. Jördul er líklegast bara að fara í revive á honum hérna í liðsfélaginn sem hérna undir veggnum. 30 seconds left. Vel Eitt gert hjá HP. Blöð. Á blöð. Últar nær treytinu, Hann er 1 HP. 1v1 nær plantinu. Astra ekki ennþá komin inn á bíið. 1 HP er Blöð. 1 HP. Er hann að fara að vinna leikinn á einu? Hann ætti í raunin að vita hvar hann er by now. Hann veit alveg hvað hann er. Það er Kindofer veit ekki. Nei. Blöð Attackers win. nær 4. Ég held þetta væri ómögulegt ránd. Þvílík spílamennska hjá Blöð. MVP. Bara MVP leiksins 100% og var bara frábær í þessum leik. Þetta var alvöru. Einn í líf og nær að loka þessu, fleia liðinu sínu í efsta sæti í almennu mótinu. Já. Geggjaður. Geggjaði leikir. Já, þetta var, Toppslagur. þetta var hvað, 13-11, 13-10
og þú veist, bæði liðin bara frábær, þeir voru bæði góð og bara munaði litlu bara á Já, við áttum vona að Samt- Exi yrðu Já. aðeins. algjörlega ég í rauninni var Piki að spila eins og ég held að Exi myndi spila Já. og síðan öfugt. Þú veist, ég held að Piki myndi vera aðeins meira passiv og bjóst við að Exi myndi vera aðeins meira statement og síðan var bara Piki bara algjörlega bara bensíngjöðin allan tíman. Já, sjáum það næstu umferð hvort við getum fengið að sjá hvort það virki að setja upp á skjáin. Já, stöðuna í þá mótin eftir þetta. Já, bara eins og hún er fyrir þannig leik en svo getum við kannski séð Hvernig hlutir færast til. já, bara hvað Exi fara að taka á móti ykkur Busti þá eða þá að Busti fer á móti Piki. Já, eins og ég held að staðan sé núna eftir þetta þá erum við að tala þá Piki nummer 1, við erum með Exi nummer 2, Busti nummer 3 og Káseta 4 Já, og þá er bara spurning hver fær hvern. já ég Ég held þykir eðlilegast að Káseta myndi fá topp Piki af því þeir eru búin að spila á móti. Nei, það yrði þá líklegast Busti þittlið á móti Piki Já. og Exi á móti Káseta. Já, þeir tóku fyrsta leik ekki í Káseta á móti Exi, ef ég man Jú, rétt. þeir tóku það, en svona er listir, þú ert bara Já, verjast. það er nefnilega alveg rétt. Þannig að, já, það verður spurning. Og svo Káseta gerur líka breytingar á sínu liði og voru Akkurat, að taka þetta meira alvarlega kannski. við spilaðum á móti þeim og Það voru var- bara flottir spilarar. Klósleiku þinn Það með var 13-10. 13-10, 13-10, Já. eitthvað svoleiðis. Káseta voru bara flottir. Það Já. var ekkit út af það að En setja. hvort að listin breytist eitthvað meira? Voru þetta eitthvað stóra breytingar á line-upinu Nei, það var eitt spilari sem fór í Ninjas, sem var neðar í deildinni, Sem eða er- ekki? 7. sæti. Já, sjöunda einhvers staðar sæti. þarna fyrir miðju. Já, Fáum við kannski sjá bara upp á skjáin, ekki fyrir aftan okkur heldur bara á streaminu. já, algjörlega. Sjá bara hvernig staðan lítur út. Það er ennþá svona að reyna að átta okkur á hvernig Það er bara endscreen hana. Já, hvernig þetta lítur út hérna. Hvernig fannst þér þetta að spilast? Bara sáttur almennt? Sáttur, ég átti Já. þetta ég var vonast eftir overtime Já, ég er enda vikinn það. Ég held að það var að koma en Piki bara voru góður að loka þeim leik bara og loka síðan leiknum næsta líka. Toppslagur deildra, næst er það ég veit ekki hver verður útsendur næst en Já, það er spurning. það verður bara ákveðið í vikunni. Já, það einu sem ég get sagt er Piki Turtles var bara að passa sig. Ég er að koma fyrir þetta númer 1. Ég meina sigurvegarar síðustu deildar Þorsteinn og Edison, já, með mér í liði. Og svo er það Raxi og Bjarni. Sterkt lið. Frábærir eimarar. Þetta eru bara algjörlega. Við erum að tala um bara bestu Counter-Strike spilarar landsins og
Gaman koma að sjá þér inn í það leik aftur. þannig að maður sér alveg þeir kunna skjóta og kunna miða og kunna angura og Já, þeir- endrifrag og allt Þeir þannig. sýndu það bara síðast sko. Vandamálið er aðalega bara hversu góðir þeir eru að vinna í kringum utility en þeir kannski þekki ekki allir Ég meina þú karakterina. tekur það bara þig. Þeir Það er- bara hleypum og skjóta alltaf. Það er það sem ég lenti í vandræðum. Ég er svona að reyna svolítið svona að coacha en á endanum var ég svona að koma ykkur á hugmyndir og endaði bara að instalokkuðum allir eitthvað drast, skilur. Þannig að þú mátt alveg búast við því að við séum örugglega bara svona wildcard-lið mótsins. Þetta er bara svona að það er, þú með bara búast við ykkur og það er bara það sem við Það fáið. verður gaman að fá ykkur í útsendingu einhvern tímann. Já, algjörlega. Sjá Það er bara, hvernig það spilast. við reynum einhvern tímann að koma ykkur aðeins ofar. En þar höfum við það. Já, það er bara búið. Næsta á mánudaginn. Já. Næsta. Peaky Turtles, nummer 1, Exi nummer 2. Adiós. Adiós, takk fyrir okkur.